Ok, ekki bara hafa á boppa. Svona, ég setja minn svona. Streymið er komið í gang Ok, og þú ert ekki að gera neitt. ok, ég bara það er glæsilegt. Ég var slá í kringum síðan eitthvað svona. Flott, flott. Góðan daginn. Nú ætlum við að fara að byrja. Bara ágætu félagsmenn og aðrir ráðstefnugestir, gleðilegt nýtt ár. Það er ánægjulegt að standa hér í dag og setja árlega skattadaginn okkar. Skattadagurinn sem er iðulega í upphafi árs minnir ykkur á að nú er nýtt upphaf. Nýtt ár er að hefjast og ný vertíð er að fara af stað hjá okkur. Fyrst og fremst þá vil ég minnast á það hvað er gott að sjá öll andlitin hérna í salnum. Það er alltaf jákvætt og gott að mæta á staðinn og hitta vini sína, vinnufélaga og viðskiptavini, hvort sem núverandi eða fyrrum, og jafnvel kannski kynnast einhverju nýju fólki. Sem formaður vil ég leggja áherslu á það að það felst ávinningur og hagsmunir í því að félag löggiltra endurskoðenda sé ekki eingöngu fagfélag, betra að vera að kalla það samfélag. Samfélag löggiltra endurskoðenda. En við stöndum öll frammi fyrir svipuðum áskorunum í okkar daglega starfi og það hjálpar að geta átt samtal þvert á stéttina. Litlar sem stórar einingar og þeir sem starfa utan stofu. Í því felst ávinningur fyrir okkur öll. En eins og við vitum öll, þá felast mikil verðmæti í tengslamyndun og samböndum. Og svo í þessum hraða heimi sem við lifum í, þá er gott að gefa sér tíma í tengslin, því við vitum öll að það getur átt til að vera smá afgangsverkefni. Við vonum virkilega að við sjáum enn fleiri andlitin í salnum, en mér finnst nú samt að hafa aukist í. En það er auðvitað hagsmunamál fyrir okkur líka. En í dag þá erum við með 1/3 af ráðstefnugestunum í salnum. Eins og slagorðið er hjá NRF eða Norræna endurskoðendasambandinu, Together we are 5 times stronger, það á líka við í okkar samfélagi. Við höfum sterkari rödd sem ein heild. En fyrst við nefnum hagsmunamál og hagsmunagæslu, að þá við félagið verið í þéttri hagsmunagæslu við að reyna að fá þá ársreikninga sem ríkisendurskoðandi áritaði fellda af skrá. Það er mjög miður að hinga til að við enginn sem FLI hefur leitað til vilja taka efnislega afstöðu til málsins. Við munum halda áfram í okkar vegferð og næst á dagskrá er að leita til umboðsmanns Alþingis með málið. Auk þess höfum við kvartað aftur til ESA, eftirlitsstofnunar EFTA, sem áður hafnaði að taka málið til meðferðar. Skýr stjórnsýsla og skýrleiki í leikreglunum sem við vinnum eftir er hagsmunamál okkar allra. Félagið er nú langt komið með að vinna úr þeim ábendingum sem kom út úr vinnustofunni á reikningsskiladeginum síðasta haust og fjallaði lög ársreikninga í samvinnu við reikningsskilaráð. Fljótlega munum við koma þeim ábendingum til ráðuneytisins. Nú er ætlunin að gera slíkt hið sama með skattalögin út frá vinnustofunni í dag og koma ábendingunum í viðeigandi farveg. Í samráðsgátt stjórnvalda er nú áformaskjal lagasetningu sem snýr að miklu hagsmunamáli fyrir okkar stétt, en það eru skilarfestir og stærðarmörk. En áformað er að gera breytingar sem að hafa áhrif á okkar störf. Breytingarnar snúa að stærðarmörkum, uppfærslu á endurskoðunarmörkunum og síðast en ekki síst
er áformað að gera breytingar á fyrirkomulagi á skilafrestum ársreikninga. Álitsnefndin hefur fundað og félagið mun senda inn umsögn áformaskjalið. Og við hvetjum félagsmenn til þess að senda einnig inn umsagnir þessa fyrirhuguðu lagasetningu. Á norrænum vettvangi er virk umræða hvort það eigi að leggja aukna áherslu á samstarf milli fagfélagana á Norðurlöndunum. En á þeim vettvangi eru einnig áfram sambærilegar áherslur og hafa verið síðustu ár og áfram er unnið að því að tryggja nýliðun í endurskoðendastéttinni. Og að því sögðu þá voru við svo lánsöm að það skyldu útskrifast 16 nýir endurskoðendur í haust. Og við bjóðum þau hjartanlega velkomin í félagið okkar og samfélagið og óskum þeim innilega til hamingju með áfangan. Þannig að nú ætla ég að biðja Unnar að koma til mín og við ætlum að lesa upp nöfnin þeirra og afhenda þeim blómvönd frá félaginu og við vonum auðvitað til þess að sjá þau sem allra oftast. En til að ljúka máli mínu þá vil ég byrja á því að þakka skattanefndinni, Unnari og Sirrí og fyrirlesurum dagsins og öllum þeim sem hafa lagt hönd á plóg við að skipuleggja þennan dag og vera með framsögu og nú er ekki eftir neina að bíða. Skattadagur félags löggiltra endurskoðanda er nú hér með settur. Ágústa Katrín Guðmundsdóttir endurskoðandi, hún hefur tekið að sér að stýra ráðstefnunni og mun kynna okkur fyrirlesara dagsins. En nú ætlum við að kalla upp nýju löggiltu endurskoðandina og fyrst viljum við biðja að koma Ásdís Eva Sveinsdóttir frá Deloitte. Svo ekki bara klappa. Svo er það Björn Óskar Guðjónsson frá Deloitte. Ok, þá bara geymum við hans blóm þess. Og Dagmar Sigurðardóttir frá Deloitte. Elís Rúnar Elísson frá Gæðaendurskoðun er erlendis. Að við klöppum líka fyrir honum. Elvar Óli Marínusson frá PwC. Fanney Björk Ólafsdóttir frá PwC. Svo er það Hjalti Már Hjaltason, Nes endurskoðun. Og Ingunn Einarsdóttir, Deloitte. Ingveldur Anna Sigurgeirsdóttir og KPMG. Og Ísak Andri Arnarsson og Deloitte. Jóel Pétursson frá ODT. Jón Snær Jónsson frá Deloitte. Lárus Sindri Lárusson frá PwC.
Oliver Ingvar Gylfason frá KPMG. Sindri Snær Ólafsson frá Deloitte. Og Snædís María Ásgeirsdóttir frá KPMG. Ókei svo. Innilegar hamingjuóskir til ykkar allra og velkomin. Sinni ætlar að smella myndum en svo getið þið þá nota tækifæri svona að kíkja á. Smá myndataka. Til hamingju. Ég hef þá lokið máli mínu og ætla að gefa orðið á hana Ágústu Katrínu sem ætla þá að stýra ráðstefnunni í dag. Já, góðan daginn, kæru félagar og aðrir gestir. Ég ætla að vera ráðstefnustjóri hjá okkur í dag og stýra þessu með mjög ljúfri hendi, ekki harðri hendi. En svona praktískt atriði, bara biðja alla náttúrulega að slökkva á símum og virða og svo að virða tímamörk og annað hjá fyrirlesurum. En ef við förum kannski bara rétt yfir dagskrána, því ég er náttúrulega búin að sjá flest dagskrána. Við ætlum að byrja fyrirlestur hans Stefán Skjaldarson. Hann ætlar að hefja fyrsta fyrirlesturinn og fara yfir hvað er efst á baugi hjá ríkisskattstjóra. Svo kemur hún Guðbjörg Þorsteinsdóttir og hún ætlar að fara yfir svona samspil skatta og reikningshalds. Svo fáum við kaffihlé og smá veitingar. Þar á eftir ætlum við að hafa svona, smá umræður þar sem við betum að fara í lögum tekjuskatt og tengdir löggjöf undir stjórn skattanefndar FLEG og hans Unnars framkvæmdastjóra. Þar á eftir kemur hann Jóhannes Eiríksson og talar gervigreindina. Svo gerum við smá kaffihlé og förum svo yfir nýlega skattalaga breytingar sem Guðrún Björg Bragadóttir ætlar að fara yfir með okkur. En það er ekki eftir einu bíða. Hann Stefán Skjaldarson, sem er fyrsti fyrirlesari og ætlar að segja okkur hvað er efst á baugi hjá ríkisskattstjóra. Hann útskrifaðist sem lögfræðingur frá Háskóla Íslands árið 1981. Hann var síðar skattstjóri Vesturlandsumdæmis frá 1985 til 2010 þegar hann var svo settur skattrannsóknarstjóri og gegndi því frá 2010 til 2011. Þar á eftir verður hann skrifstofustjóri hjá ríkisskattstjóra frá árunum 2012 til 2018 og er núna svo verður hann sviðsstjóri eftirlitssviði hjá ríkisskattstjóra á árunum 2019 til 2021 og hefur síðan verið sviðsstjóri álagningarsviðs skattsins frá 2022. Og ég býð hann bara velkominn hingað upp í pontu. Gjörðu svo vel. Já, komið þið sæl, öll sömul. Það hlýtur að... Já. Það er við erum með svona, og svo rætt að nota svona pointer ef þú vilt. Já. En það er bara hérna. Þessar eru bara hérna. Já. Já, ég ætla að segja að það hlýtur að vita og gott að byrja þorran í svona virðulegum félagsskap, svo hér er.
öllu þessu gáfaða fólki. Ég er með nokkuð marga glærur, þannig ég ætla að fara svolítið hratt yfir sögu. Til þess að varpa ljósi á það, þetta embætti, skattinn, þá, sem nú tilgangurinn með mínu framlagi hérna í dag, þá nú þetta svona þessi forsaga sem okkur næst og mjög mikilvæg fyrir þá stöðu sem við erum í dag. Það eru sem sagt þessar sameiningar. Innheimta tollstjóri og ríkisskattstjóri sameinast þarna 2019 og ríkisskattstjóri og tollstjóri sameinast svo í skattinn í janúar 2020. Skattrannsóknarstjóri og skattrannsóknir færast svo undir skattinn 21. Síðan eru alls konar hagræðingar og skipulagsbreytingar og ýmsar hræringar þessu samfylgjandi, en það var svo stigið þetta mikilvæga skref að það var flutt í nýtt húsnæði á árinu síðla árs 23. Var reynda að fara bara yfir götuna, ská yfir götuna, niður í Katrinartún, farið yfir Laugaveginn. En þetta var mjög mikilvægt skref í sögu þessar stofnunar og þetta rammar inn þær hræringar og breytingar sem undan voru gengnar. Sameinar undir eitt þak skattheimtu, tollgæslu, skattrannsóknir og eftirlit, innheimtu og skráarhald. Og breytingar á húsnæðinu eru auðvitað þess valdandi að það miklu betri starfsandi og þetta skilar sér í glöðu og góðu fólki sem skilar betri vinnu sem verður öllum til góða. Það ekki tækt að hafa óanægt fólk í vinnu, eins og þið vitið. Svona einhvern veginn viljum við vera og við stefnum að því að vera einhvern veginn svona, vera framsækin þjónustustofnun og metnaðarfull. Hvernig svo tekst nú til með það er svo annað mál og ykkar og annar að dæma það. Við viljum starfa þarna eftir og hafa í heiðri þessi gildi skattsins, fagmennska, framsækni og samvinna. Svona lítum við út í dag, svona starfsmannafjöldin, 467 starfsmenn eru starfandi við skattinn í dag. Ég var hér fyrir 3 árum, þá voru við 491 starfsmaður minni. Hefur þannig fækkað 24 á þessum árum. Konum fækkað 15, körlum 9, finnst mér. Og starfsstöðvarnar eru allt í kringum landið. Katrinartún og Akranes og svo framvegis, hringinn í kringum landið. Katrinartún náttúrulega langstærsti vinnustaðurinn og allt niður í 3 manna vinnustað í Vestmannaeyjum. Ég vildi bara henda þessari glæru upp núna strax vegna þess að þegar þarna var komið sögu í apríl 22 þá var farið að bera verulega vilja til þess að svara kröfum svokallaða fyrirmyndaþjónustu og nýta nýjar tæknilausnir. Þetta var mikið skref fram á við og undanfarið nú gildandi skipurits má segja. En þarna var verið innleiða meðal annars snjallmenni og gera leita ýmsar lausna til að bæta samskipti við gjaldendur. Þannig að þetta var stórt og mikilvægt skref sem þarna var stigið og þetta svona þær hugleiðingar sem var verið að vinna með. Sem síðan undanfarið þessa skipurits eins og það lítur út í dag. Millitíðinni hefur þetta náttúrulega sætt einhverjum breytingum og það nánast árlega verið að hræra í skipulagi og skattinum. Það hefur það mikið gerst þarna undanfarin ár. Það hefur svona verið að reyna að finna því flöt hvernig best að hafa fyrirkomulagin á þessari starfsemi sem þarna fer fram. Og í þessum töluðu orðum þá verið að leggja síðustu orð á töluvert mikilvægar skipulagsbreytingar sem munu eiga sér stað núna þessi næstkomandi mánaðamót. Ekki alveg tímabært að fara yfir það
má þó nefna að það verið enn á ný verið að svara kalli nútímans að sjálfvirknivæða hlutina, stafvæða með tilliti gagnavinnslu og gagnavísinda og gervigreindar og svo framvegis, eins og þið þekkið, veit ég, og allir tala mikið Svo ætla ég að vinda mér aðeins í skattframkvæmdina, en áður vildi ég renna yfir þessa glæru eða sýningu þessa glæru svona til fróðleiks. Það eru þessar gjaldabreitingar sem eiga sér stað eftir hina formlegu álagningu. Tilefni þessa eru auðvitað fjölmörg eins og þið þekkið. Geta verið leiðréttingar að frumkvæði gjaldanda sjálfs. En í langstærstum hluta eru þetta leiðréttingar á misfellum sem stafa af skattundanskotum. Og þið sjáið að þetta eru stóra fjárhæðir. Á árinu 2024 eru þetta 21,2 milljarðar sem að skilaði sér í þessari vinnu. Og það var rætur reikið til skatteftirlits og endur ákvarðana almennt, samtíma eftirlits. Þessi ráðstöfunarstjóri, getur sýnt mér hvernig ég get skrolla niður textan. Já, ups. Ég var nú bara kannski ekki alveg með það hér á hreinu. Er þessi punktur sem var með að gera það með hún? Þetta þessi punktur er svona bara þess að... Já, benda á. Sko. Já. Einar, ert þú eitthvað með hvernig við getum séð? Já. Bara til þess að sjá Þarna? Svona, já. Hvað viltu? Nei, ég bara þarf að geta gert þetta við hvað regla eru. Þá er það bara hérna. Með tveim. Þetta er vandi. Já, hvert var ég komin? Já, ég ætlaði bara að nefna það mikilvægi þessar eftir ákvarðana, þessar vinna sem fer fram eftir henni formlegu álagningu að endurskoða nú það hvort eitthvað hafi nú misfarist, og eins og við vitum þá er mismunun á því sem myndi greiðast til hins opinbera í fullkomnum heimi, við allir greiða nú sína skatta og stæður rétt að sínum hlutum, mismunun á því og því sem raunverulega kemur í ríkissjóð, svokallað skattagap. Þetta er skattagapið og það er það sem við erum að reyna að hafa upp í. Og það er nú talað að skattagap á Íslandi nemi 20 milljarða. Einhvern tímann var það nú mælt svona nokkur ár síðan, og það var 50 til 80 milljarðar. Talað það í opinberu og gefið út opinberlega. Núna er talað að þetta sé kannski orðnir 100 milljarðar árlega skattagapið. Þannig það er auðvitað eftir ýmsu að slægjast þarna og auðvitað er það skylda okkar hjá hinu opinbera sem vinnum við þetta og ykkar að reyna að hamla þessu, og við mögum ekki gleyma því að þeir sem greiða sína skatta og skyldur af heiðarleika og samskuðsemi, þeir eiga til þess einfaldlega kröfu. En nóg það. Álagning lögaðila. Ég ætla að fara yfir nokkur atriði sem snerta þetta mikilvæga hlutverk stofnunarinnar að leggja skattana á, og við erum auðvitað öll á heimavelli þar. Byrja á lögaðilanum. Álagning lögaðila heyrir undir álagningarsvið stofnunarinnar. Álagningarsviðið skiptist í lögaðiladeild, einstaklingsdeild, virðisaukaskattsdeild og alþjóðadeild. Og þessi eru helstu verkefni lögaðiladeildarinnar. Það eru þessi árstíðabundnu verkefni, skiptast niður eftir árinu. Allt er þetta rammað inn í lögum um tekjuskatt. Hin verkefni sem þarna eru nefnd eru viðamikil og eru unnin meðfram, og við erum í vinnu allt árið, mjög fjölbreytt verkefni sem auðvitað gerir alla skattframkvæmdina skemmtilega og fjölbreytta og lærdómsríka og þetta allt saman. Þetta er dvelja lengi, ég ætla ekki að telja þetta allt saman upp. Ég kenni nú ýmsa grasa. Og ég geti sagt að hins svokölluðu álagningarverkefni, þar sé undirbúningur álagningarinnar, álagningin sjálf, kærur, erindi, endurákvarðanir, eftirlit. Þetta er hið stóra verkefni skattyfirvalda,
En meðfram því hins vegar eru stórverkefni. Þetta eru þau stærstu og hafa verið ansi fyrirferðarmikil því þess vegna datt mér nú í hug að setja þau þarna upp. Og þetta okkur ætlað að vinna meðfram skattframkvæmdinni almennt án þess að það sé eitthvað sérstaklega greitt fyrir það eða að það sé ráðið fólk til þess. Þetta á bara að gerast svona meðfram. Og hérna til dæmis almannaheillskráin og skattafsláttur vegna rannsóknar og þróunarkostnaðar. Þetta gríðarlega viðamikil verkefni. Grænt fyrningarálag, ég veit að þið þekkið það, ég gerir mér nú vonur þetta verði síðasta framtalið, framtal 28 verði síðasta framtalið sem undir að reikna fyrningarálag og þetta verði ekki framlengt. Það verði ekki verið alveg virkað eins og það átt að gera. Og svo eru þessi reglulegu tilfallandi verkefni sem að koma á okkar borð og þau eru alltaf viðvarandi. Leiðréttingin nefnd þetta sem dæmi, leiðréttingin COVID og Grindavík. Þetta eru verkefni sem eru mikilvæg, taka tíma og setja oft önnur verkefni svolítið til hliðar sem að bitnar á því sem við viljum hefðum kannski vilja standa betur að álagningarvíslunni en það þarf að koma þessu frá líka. Hinn formlegi álagningardagur, síðasti formlegi álagningardagur lögaðila var 31. október 2025 sem auðvitað markar upp á kærufrest sem 1 mánuður. Þar segja nóvembermánuður síðastliðinn og álagningarskrá liggur síðan fram í hálfan mánuð, 15 daga fyrir lok frestsins. Og það voru við síðustu álagningu, þá var fjöldi lögaðila, skattskyldra lögaðila, 56.279 og þá bárust 49.408 framtöl sem þýðir 87,79% skil. Það heldur betra en árið undan og það voru 6.878 lögaðilar áætlaðir. En góðu fréttirnar eru þær að það hafa aldrei verið betri skil sögunni, 87,79, þetta ekki mikið en þetta samt í rétt átt. Þetta alltaf betra og betra og við viljum hafa heiminn eitthvað batnandi þarna. Gerist það ekkert en þetta alltaf upp á við. Ég man nú eftir tölum ríflega helmingur lögaðila var áætlaður hérna á árum áður. Þannig að þetta hefur nú lagast mikið. Niðurstöður álagningarinnar. Hérna ætlaði ég bara að sýna ykkur niðurstöður álagningarinnar 2024 og til samanburða við svo 25 nýjustu. Vegna þess að það eru þau tíðindi að heildar niðurstöðutala álagningarinnar þarna 308 milljarðar, 308.000 milljarðar. Og hækkar 8,9% á milli ára og það það sem eru tíðindi. Þarna og það svona eðlilegt að þetta liggi svona einhvers staðar þarna. 7, 8, 9, 10% á milli áranna. Og tekjuskatturinn að hækka þarna eitthvað 5,6% á milli ára 23 og 4. Og þarna endurgreiðsla vegna rannsóknarkostnaðar 15 milljarðar. Svo gerist það í fyrra að samtalsgjöldin hækki ekki um 4% milli ára. Þetta gríðarlega mikill munur og setti svolítið úr skorðum svona tekjuöflunarkerfi hjá ríkissjóði og við sjá að tekjuskattur hækkar ekki nema 1,6% milli ára. Þetta eru tíðindi og það svolítið skrítið að endurgreiðsla vegna rannsóknarkostnaðar hann lækkar á milli ára, hafði stöðugt verið að hækka. Og skýringar á því, við fórum svona leggjast í einhverja rannsóknir með það en það kemur ekkert út í nema það voru bara bárust færri umsóknir vegna lækkunar rannsóknarkostnaði. Og svo hitt að afkoma milli ára hjá félögum bara verri almennt. Stærstu félögin sem vikta langmest í tekjuskattinum að skila lægri afkomu sem munar 35 milljörðum á milli áranna. Mér finnst þetta að vera tíðindi og þess vegna hendi ég þessu hérna inn. Ég geti pælt í þessu. Og þá eru komin að skilunum. Hérna glæra sem sýnir dreifingu skila milli mánaða yfir 3 ár og við erum ekki voðalega kátt með þessa dreifingu. Hún dálítið svona á skjön við það sem við viljum hafa. Hún allavega ekki jöfn
eins og nú lagt upp með svona í okkar samtölum að reyna að hafa hana jafna. En hún þarna, þetta eru 2.000 og 3.000, 4.000 framtölur að koma mánuði eftir mánuð og svo kemur bara öll súpan í september. Og við sjáum þetta á þessari mynd líka mjög vel og þetta alltaf eins. Þetta nákvæmlega eins munstrið, þess að sjáum við þessi 3 ár, þetta alltaf eins, það kemur jafn mikið í þessa mánuði alla, febrúar, mars, apríl og þetta gerist alltaf eins. Það er komið þarna eitthvað verklag sem að menn bara við þá og finnst það bara allt í lagi, en þetta hins vegar veldur okkur vandamálum. Og meira segja, sko, það er svo skrítið að eftir miðjan september kemur næstu því helmingur af framtölunum mín. Svona 40%, 40 og ríflega 40% af öllum framtölunum koma inn eftir miðjan september. Það er stór gusa sem kemur hérna inn. Og þess vegna var nú ákveðið að vera svolítið leiðir, þá urðum við dálítið leið og leiðileg. Þannig að það var tekin svo ákvörðun að breyta dagsetningu síðasta skilatins fyrir lögaðila. Og þessi auglýsing fór í loftið eða fór í lögbreytingarblaðið eða í stjórntíðindi 10. desember, núna fyrir áramótin. Þar sem að skiladeginum breytt, fagaðilum mannast framtalsskil fyrir minni lögaðila samkvæmt skráningu viðskiptamanna á skilalista og vef Skattsins heimilt á árinu 26 að skila framtölum umbjóta sína allt til 21. september. Sem auðvitað svo breyting að við höfum við 30. september mörg undanfarin ár. Við reyndum nú að funda með ykkur og vorum eitthvað í sambandi við minni með Unnar og það bara gekk ekki að ná þeim fundi. Við vorum svona síðustu dögum frestist til að auglýsa þetta að reyna það en það var bara tímaskortur og þannig að það var tekin þessi ákvörðun að gera þetta. Ein ástæðan einfaldlega svo að það eru allt og mörg framtöl að koma síðustu dögum frestis veldur því að þau bara fá einfaldlega ekki skoðun og þetta eru stór og þetta eru stórir aðilar og þetta hefur gerst ár eftir ár og við vildum skoða þetta, reyna að breyta þessu. Þetta eru 10 dagar sem eru klippnir þarna af og við verðum bara að skoða og sjá hvað kemur út úr því. Svona, þessi glæra sýnir hvernig framtölin koma, hver vinnur framtölin. 40% framtal unnin af bókurum og önnur 40% af löggiltum endurskoðendum. Ég skoðaði þetta árið 2023 og þá voru framtöl unnin í meiri hluta af löggiltum endurskoðendum en hlutfallið minnkar og minnkar frá hverju ári fyrir sig, alltaf minnka og núna komin í helming. Þetta eitthvað sem einhver saga skýrir þetta, en mér finnst þetta bara athyglisvert. Og þessi glæra sýnir fjölda þeirra fyrirtækja sem greiða laun og það svolítið athyglisvert að það ekki nema 48% fyrirtækja í landinu sem greiða laun. Ríflega helmingur fyrirtækja í landinu greiðir ekki laun. Og nú veit ég ekki hvað að gerast þetta. Tæknimaður. Og svo ætla ég að henda þessari glæru upp hérna. Hún sýnir hvað tap og hagnað hjá félögum. Það bara jafnmörg félög með hagnað og tap. Það líka athyglisvert. Og eigið fé, hvernig það hefur verið að aukast frá hruni, allt frá hruni. Og bara henda þessu svona upp. Rekstrartekjurnar, hvernig það hafa aukist mikið síðustu 3 árum sérstaklega. Og hér eru helstu dagsetningar fyrir lögaðila, álagningar vinnslunnar sem framundan. Og þarna gagnarskilin þeim lokið 20. janúar lög þeim. Netframtali opna núna næstu viku, lok næstu viku 30. janúar. Skilalistar, atvinnumenn þurfa að vera búin að skila en skilalistar framtali lögaðila 1. apríl. Hverjum þeir ætla að skila og hvort framtalið sé stór eða lítill. Þetta mætti svo sem alveg vera opið til 7. apríl síns mér, vegna þess að páskar koma þarna annan til 7. apríl.
Og auðvitað vekur þetta það athygli að í stað 30. september eins og hefur verið undanfarin ár, þá lokadagur smærri lögaðila 21. september. Og aðeins að renna yfir álagningu einstaklinga. En kringum áramótin það þarf að uppfæra tölur og það fer í gang alls konar undirbúningur álagningarinnar. Tæknilegur undirbúningur oft mikill. Við erum að reyna að læra því sem hefur kannski ekki alveg farið eins og við vildum það hefði farið álagninguna undan. Og síðan tekur framtalsfresturinn við. Það gríðarlegt fjör. Sumum þykir þetta skemmtilegasti tími ársins hjá skattinum. Þá kemur fólk, starfsfólk frá öðrum sviðum og deildum og fer í þessa vinnu, 50-60 mann sem eru bara í því að tala í símann. Það voru 18.022 símtöl samtals á 10 dögum, sem þýðir 2500 símtöl á dag, suma dagana. Mikið fjör, mjög lærdómsríkt fyrir ungt fólk sem er að vinna hjá skattinum og vantar svona, rótina, grunninn, að fara að kenna öðru fólki að telja fram. Kunna það ekki sjálf, en læra það rosalega fljótt og þetta mjög góður skóli fyrir ungt fólk að kenna öðru fólki að telja fram. Niðurstaða álagningar á einstaklinga svona, það ekki sérstakt þetta að segja, nema það hækkar ekki eins mikið á milli ára eins og ætti að vera, milli árana 24 og 5, en ekki sérstakt, þetta bara tölurnar eins að það koma fyrir. Það aðeins að henda þessu upp, þetta háa tölur. Innkoma ríkissjóðs 7.012 milljarðar. Skiladagar einstaklinga, eða skil einstaklinga eins og þú voru við síðustu álagningu af 328.000, eða þau komu 328.000 framtöl fyrir þetta marga einstaklinga af 354.000. Sem þýðir 92,6% skil. Þetta lakar en hefur verið og eru við að glíma við það á hverju ári. Þá fjölgar á þessari skrá svona cirka 10.000 á hverju einasta ári. Og það oftast útlendingar, mikill hluti. Og ég tók nú saman frá árinu 2018, þá hefur fjölgað 67.000 á grunnskrá skattsins. Og þessi fjölgun að leiða til þess að við erum svona að lenda smávegis í vandamálum í kerfinu okkar og þetta gerist svo hratt. Og það er svo margt sem þarf að gera og þetta að valda okkur vandamálum. Og það hefur verið talað að þurfa að breyta aftur framtalsfrestunum. Það nú ekkert orðið. Við þurfum meiri tíma fyrir vinnsluna eftir því sem að fjölgar meira á grunnskránni. Hvað sem úrverður. Tæknimaður. Nú hefur eitthvað gerst. Þú bara að vera hérna að höndin á mér. Svona. Helstu dagsetningar einstaklinga framundan. 15. apríl lokaskiladagur og einstaklingssamtöl utan og án rekstrar. Annars þetta eins og verið hefur. Það ekkert nýtt þarna, þið þekkið þessar dagsetningar. Þetta bara eins og þetta liggur fyrir núna. Og ég ætla aðeins að fara yfir virðisaukaskattinn sem eru þetta einhver mikilvægasta tekjuöflunin, stærsta tekjuöflun ríkissjóðs. Þarna sjáum við helstu stærstu verkþætti vaskstarfseminnar, vaskdeildarinnar. Það verið að reyna að þróa alltaf nýjar aðferðir við yfirferði á virðisaukaskattsskýrslum. Núna svo komið að þær eru eiginlega allar afgreiddar strax, teknar til afgreiðslu strax og síðan eru unnir listar í samstarfi við svokallaða gagnavísindaeiningu sem notar einhverjar stafrænar aðferðir til þess að áhættugreina og velja aðila sem eru teknir til skoðunar. Og reynt að hafa hitnina þannig að það sé ekki verið að velja einhverju til skoðunar sem að tilefnislaust að velja til skoðunar. Þetta þarf að hitta vel. Þetta svona einhvers konar samtíma eftirlit. Þetta alltaf verið að þróa þetta og þetta gengur vel og gengur miklu hraðar. Til dæmis eru inneignarskýrslur andlagsskoðunar ekkert síður heldur en greiðsluskýrslur.
það var nú ekki lengi þannig framan af. Og stofnskráin er hérna mjög mikilvægt apparat hjá okkur, hverjir fara inn á virðisaukaskattsskrá og hverjir eiga ekki að vera þar, og það er oft mikil ásókn í það að komast þarna inn. En hérna, og eiga ekki allir rétt á því sem vilja vera þar. Nú endurgreiðslurnar eru ýmsar, það geta að telja þar upp allan, það er mikil vinna við endurgreiðslur, og hefur svolítið verið vanmetinn þessi þáttur, hvað svo mikil mannafli þarf í vita. Það er önnur saga. Ég vildi drepa á það að virðisaukaskatt framkvæmdin, og ég hef sagt áður, heldur gert það líka þegar ég var hérna fyrir 3 árum, að hún það er mín skoðun, hún hefur verið og undirmönnuð, vanmetin mannaflaþörfin sem þarf að vinna í þessum gríðarlega mikilvæga málaflokki. Þetta eru 30 manns sem að vinna við virðisaukaskattsframkvæmdina, og eftirlit, það hefur bara bitnað einfaldlega á eftirliti. Það var talið að þetta væri svona einhvers konar sjálfvirkni í vaskframkvæmdinni, þetta myndi leiðrétta sig svona meira og minna allt sjálft. Hefur bara alls ekki staðist. Það er mjög margar matarholur ef að menn vilja fara í einhverja kúnstir í virðisaukaskatti eins og við þekkjum, og staðreyndin hefur verið sú. En núna eru eitthvað bjartari tíma framundan. Við erum að ráða fólk og hefum verið að ráða fólk. Það er ekki nóg, við þurfum að ráða gott fólk og við þurfum að þjálfa það fólk, og það er mikið vinna og mikil áhersla lögð á það að standa betur að virðisaukaskattsframkvæmdinni til framtíðar. Og sérstök vinna er komin í gang það að samræma vaskframkvæmdina á Íslandi norrænni framkvæmd sem er dálítið á undan okkur. Skattyfirvöldum ber auðvitað að gæta hagsmuna hins opinbera eins og þið þekkið, og það er svona flókið viðskiptaumhverfi sem að kemur við sögu, umhverfi sem hefur ekki verið fyrirsjáanlegt, ekki skýra reglur miklir hagsmunir, mikil verðmæti, viðskipti milli landa, smækkandi heimi. Þetta kallar allt á ágreiningsefni, hagsmunir sem vegast á og gríðarlega fjármunir í húfi, að bú til einhverja framkvæmd sem stenst og samkvæmt löggjöfinni, þótt og sé ekki skýrt kveðið á hana, hver vilji lagana, svo framvegis. Það er svolítið ekkert óeðlilegt að það komi til kasta dómara tímamörkin. Ég skal alveg hraða mér með þetta. Ég bara hendi upp þremur dómsmálum sem eru, að þeir eru nýlegir, tekist á mjög mikilvæga hagsmuni og háar fjárhæðir. Þessi mynd sýnir bara tölurnar, hvað við erum að tala um. Við erum að tala um 7.336 milljarða í veltu, og innskatturinn er þarna 120 milljarðar. Endurgreiðslurnar líta svona út, ég ætla nú bara að rúlla yfir þetta. Það eru 195.000 skýrslur sem koma á ári inn á borð skattsins. Það sem koma til afgreiðslu á einu ári frá gjaldendum, og svona lítur vaskurinn í toll út. Og alþjóðleg deild, það er tákn breyttra tíma. Það var stofnuð ný deild hjá skattinum sem heitir alþjóðadeild, og þetta er svona helstu verkefnin hennar. Mjög mikilvægt að svara því kalli tímans að hversu heimurinn er orðið lítið og hversu mikið samskipt okkar eru orðið við útlönd og fram og tilbaka yfir haf, og þetta er allt saman orðið eitt viðskiptasvæði, nánast heimurinn allur, og við þurfum að geta sinnt í upplýsingaskipti af þeim sökum eru gríðarlega mikilvæg. Innheimt opinberra gjalda, þetta er árangurinn, þetta er bara ein mynd sem sýnir þetta allt saman. Það er 97,8% innheimt árangur, og hefur verið allt frá hruni, hefur verið svona að lagast, það innheimtast, opinbergjöld þau innheimtast, svo við sjáum. Ársreikningaskráin, ég ætla bara að rúlla yfir þetta, ég er búin að tímanum. Hlutverkið er þarna, þið eru svo fljót að lesa, því alveg
meðtakið þetta á með tíma, veit ég. Og skilskyld félög eru 50.000 og hérna hnappurinn alltaf að aukast. Hérna finnst mér stoltið átiklisvert að eftirlit með innsendum gögnum. Ársreikningaskráin beitti ákvæði 3. málsgrein 120 grein ársreikningalagana í 5% tilvika þegar ársreikningi hafði verið hafnað. Það eru auðvitað sektirnar sem þarna er verið að tala um og ástæðurnar eru vegna brota á endurskoðunarskyldu skýrslustjórnar uppfyllir ekki ákvæði lagana, notkun rangra reikningsskilaaðferða, svona vegis. Þetta er nú bara hérna svona glærum það hvernig hún starfar og nú er ég búinn. Það er þannig að gegnum tíðina þá hefur gengið á ýmsu í samskiptum skattyfirvalda við skattyfirvalda og endurskoðunarskrifstofa. Ég man þá tíð endurskoðunarstofur og svolítið flokkaðar eftir í hvernig ég flokkaði niður eftir í hversu vinveittaðar voru skattyfirvöldum. Þetta er svona gamla daga, þá var þetta svolítið svoleiðis og leiddi þá til þess að mál voru svolítið afgreidd í takti við það. Menn höfðu þetta í huga, þessari stofu, þá þurfum við að passa þetta og hitt og svona tortryggni hét þetta. En þetta hefur seinni tíð lagast gríðarlega mikið og það má almennt segja að það séu fyrst og fremst fagleg sjónarmið sem eru ráðandi í samskiptum skattyfirvalda og löggiltra endurskoðenda. Hefur þó ekki verið hnökralaust í miður. En talandi skattyfirvöld þá get ég sagt að þau bera engu að síður almennt mikla virðingu fyrir þessari starfsstétt og eru mjög áfram að svo sé og að það séu þarna góð samskipti á milli. Skoðanaskipti séu hreinskilin og þóttu séu stundum óvægin, þá eru þau af hinu góða svo lengi sem þau eru fagleg. Þá er þessi virðing til staðar og þetta nauðsynlega traust. Og samráð þarf að vera faglegt, leiðbeinandi, upplýsandi sem kannski ekki í þeim anda við sem sé hver öðrum fyrir verkum. En þetta er mjög mikilvægt, við teljum þetta mjög mikilvægt að hafa samskiptin í lagi gagnvart endurskoðanda og ég held að það sé ykkar hagsmunir líka, sem sagt okkar allra. Ég ætla ekki að hafa þetta lengra. Takk fyrir. Ég vil bara þakka honum Stefáni kærlega fyrir erindið, mjög fróðlegt eins og alltaf. En við ætlum að núna næsta hlusta á hana Guðbjörgu Þorsteinsdóttur og ræðum samspil skatta og reikningsskila. Guðbjörg er að mörgum kunnum hér. Hún er lögmaður frá Háskólanum í Reykjavík og meðeigandi hjá Deloitte Legal EHF. Hún hefur yfir 18 ára reynslu á sviði skattaréttar fyrir innlenda og erlenda viðskiptavini í margvíslegum atvinnugreinum. Þá hefur Guðbjörg jafnvel sinnt kennslu og haldið námskeið á sviði skattaréttar á ýmsum vettvangi. Og ég ætla bara að bjóða Guðbjörgu hjartanlega velkomna hérna på pontu. Gjörðu svo vel. Já, kæri fundarstjóri og framsögumenn og góði gestir, gleðilegan bóndadag og gleðilegan skattadag. Mér finnst þetta alltaf svo skemmtilegu tími ársins. Það eru, jólin og áramótin og svo koma skattadagarnir, þar sem við getum talað rosa mikið alls konar skattamál. Ég ákvað að taka fyrir þetta efni hér í dag, af því að mér finnst þetta vera svolítið margbrotið viðfangsefni. Og eins og ég mun koma inn á hér á eftir, þá er þetta nokkuð síbreytilegt. Og við erum að sjá núna upp á síðkastið nokkrar nýjar línur í þessum efnum sem að ég tel mikilvægt að þið séu meðvituð og kynnið ykkur sérstaklega. Rétt að taka það fram að ég er engin sérfræðingur í reikningsskilum, en ég veit nú kannski ýmislegt eftir mína reynslu að hafa starfað lengi hjá Deloitte. Ég er lögmaður og sérhæft mig í skattarétti og félagarétti. Mér finnst stundum eins og ég fái líka
svona aðra sýn á hlutina bara eftir svona mína með minn lögfræði bakgrunn. Og mér finnst stundum eitthvað svona álitamáli í reikningsskilastöðlum ganga gegn því sem að svona lögfræðilegt, ef svo má segja. Nú, en ef við förum bara aðeins yfir þetta, að við erum öll sammála því að reikningsskilin eru byrjunarreiturinn þegar við erum að fara að reikna út skatta. Nú, tekjuskattsútreikningar og tekjuskattsskuldbindingar eða eignir eru þetta partur af reikningsskilunum líka. En svo það auðvitað þannig að við byrjum á því að klára reikningsskilin og svo erum við með skattalögin sem að kveða á ýmsar aðrar reglur eða jafnvel einhverjar leiðréttingar eða aðra meðferð til þess að reikna út hinn eiginlega tekjuskatt sem að getur auðvitað verið önnur niðurstaða heldur en hagnaður samkvæmt ásetningi að einhverju leyti. Svo það þannig að það hefur verið þannig bara áratuga skeið að hér á Íslandi að þá horfa dómstólar og yfirskattanefnd eða fyrri eftirlitsaðilar í eldri tíð, þau horfa til reikningsskilana til að fylla upp í ef að skattalögin eru þögul ýmis efni. Kem betur inn á það rétt á eftir. En það nú bara þannig að ég minnst alltaf skemmtilegt að sjá eitthvað svona dæmi þar sem að mér finnst vera einhver svona, mismunur á skattframkvæmd eða reikningsskilum. Og ég nefn sem dæmi atriði sem að mér finnst alltaf svo skemmtilegt að pæla í og það eins og þegar einhver aðili hefur tapað dómsmáli og segjum að hann hafi tapað málinu þannig að honum bæri að greiða skaðabætur. Og þá það þannig í reikningsskilum að þá ef til vill heimilt að færa það ekki til gjalda ef að teljast einhverja verulega líkur á því að máli muni vinnast á endanum fyrir jafnvel aðri dómstól. Við lögfræðingarnir viljum kannski síður vera mikið að spá fyrir einhverja líkur á því að dómsmál vinnist, en þetta svona eitthvað konsept í reikningsskilum sem mér finnst alltaf mjög áhugavert að sjá. En þarna sjáum við kannski eitthvað gjaldfæra skattalega hjá sér, greiðslu þessara bóta, en í reikningsskilum það ekki fært til gjalda. Nú, annað dæmi líka varðandi hvenær færa á til sölu á eign eða sömuleiðis færa til kaup á eign. Að þá það þannig að það bara mjög stíf formskilyrði í skattframkvæmd að það sem litið á bara ef það komin skuldbindandi kaupsamningur sölu eða kaup á eign, að þá eigi að telja fram söluhagnaðinn á því ári sem skuldbindandi kaupsamningur gerður, algjörlega óháð því hvort að búið sé að afhenda eignina eða jafnvel greiða kaupverðið. Nú, í reikningsskilum erum við hins vegar að sjá staðla sem segja það að þú þarft ekki að færa söluna fyrir en að kaupandi hefur náð yfirráðum yfir eigninni eða búið sé að greiða kaupverðið. Og þetta eitthvað svona áhugavert samspil, ég meina skattframkvæmdin segir eitt en reikningsskilin þau segja annað. Nú, þá einmitt spurningin, hver á að ráða þegar það eitthvað svona mismunur? Pælum aðeins í því, en förum svona aðeins bara í svona lagagrundvöllin fyrir þessu samspili, ef svo má segja. Nú, það auðvitað þannig að það ýmsir lagabálkar sem að fjalla það hvernig á að setja upp reikningsskil. Það auðvitað bara lög bókhald og ársreikninga, lög endurskoðendur eða endurskoðunarskild félög og annað. Svo þið með ákveðna eftirlitsaðila sem mæla fyrir ýmislegt. Og það auðvitað reikningsskilaráð og endurskoðunarráð og ársreikningaskrá getur líka verið með svona ýmis tilmæli. Og svo þetta dómstólarnir sem að svona túlka eða skera úr ýmis atriði ef þau fara þangað. Og svo í skattskilum og þá þetta með ýmsa lagabálka sem að mæla fyrir skattskylduna og framtalsskilin og annað slíkt.
og reglugerðir sömuleiðis. Tekað fram, þetta ekki tælmandi upptalning. En svo erum við þetta með aðri stjórnsýslu nefnd sem heitir yfirskattanefnd sem svona túlkar og sker úr ef það er ágreiningur úrskurði skattyfirvalda. Og svo erum við þetta líka með mál sem að koma til kasta dómstólana. Þetta er svona í grunninn bara lagareglurnar sem gilda. Nú, svo það sé líka alveg skýrt, þá eru íslensk skattalög ekki með nein skýr fyrirmæli þess efnis að reikningsskil eða einhver skýrskotendur bókhalds- eða ársreikningalaga að það eigi að vera grunnur fyrir skattskilum. En í framkvæmd þá er alltaf vísa til þessa ákvæðis í 1. málsgrein 90. greinar tekjuskattslaga sem að mælir fyrir skattframtalsskylduna. Að þá segir þarna bara svona nokkuð pent að með skattframtali skuli fylgja ásetningur fyrir sérstaklega lögaðila þá sem atvinnurekstri og ásamt sundurliðunum á einstökum fjárhæðum ásetnings og sérstök síðan greinagerð sem er bara skattframtalið skattstofnana. Nú, svo einmitt eins og við þekkjum öll að það geta verið alls konar atriði sem eru bara mjög mismunandi milli reikningsskila og skattskila og ýmsar ástæður þar að baki en svona dæmin þennan klassíska mismun það eru þetta í fyrsta lagi eru fyrningar ekki þær sömu í skattalögum eins og í reikningsskilum, það bara fastar prósentur í skattalögum og geta jafnvel verið strangari skilyrði fyrir því hvað telst yfir höfuð fyrnanleg eign. Nú, svo það með viðskiptakröfur, það getur verið færðar niður með öðrum hætti í ásetningi heldur en í skattframtali og tala ekki ströng skilyrði skattalega fyrir því hvenær megi sannarlega gjaldfæra tapaða kröfur. Nú, svo það sömuleiðis með byrðirnar, að það eru kannski færðar inn á sama hætti inn í skattskilin en það má færa auka 5% þar til frádráttar skattalega. Gengishagnaðurinn, þetta alveg umdeilt dæmi og þar erum við með skattalögin sem að mæla fyrir skyldu til þess að dreifa hagnaði eða tapi á 3 ár og þetta getur myndað mismun gagnvart reikningsskilunum. Og svo auðvitað tala nú ekki þegar við erum kannski með framverka samninga eða afleiður sem er verið að færa hagnað eða tap í reikningsskilunum en í skattskilunum það ekki fært til tekna eða gjalda fyrir en raunverulegt uppgjör á sér stað. Og sama á við kauprétti að það má ekki færa þá til gjalda skattalega fyrir en þeir hafa verið raunverulega nýttir en annað gildir í reikningsskilunum. Nú, lögin segja okkur ekki mikið meira en þetta en við getum hins vegar litið til skattframkvæmdar og það að segja það úrskurði yfirskattanefndar eða dómstólar sem að hafa verið kannski að einhverju leyti að túlka hlutina og leggja ákveðnar línur í þessum efnum. Nú, eins og ég nefndi, það alveg áratuga framkvæmd hér á landi að líta til reikningsskila til fyllingar á skattalögum og þetta ekki bara á Íslandi, þetta á Norðurlöndunum líka. Það mjög mikið litið bara til reikningsskila til þess að túlka skattalögin eða skattframkvæmdina. Í þessum gamla hæstaréttardómi þá var ágreiningur það hvort að mætti færa kaupa aflahlutdeild til gjalda eða hvort að ætti að eignfæra. Og það var síðan að niðurstaða að það ætti að eignfæra keypta aflahlutdeild en svo var ágreiningur það hvaða fyrningarprósentu ætti að setja á þessa aflahlutdeild. Og það var niðurstaða fyrir Hæstarétti með vísan til álits frá reikningsskilanefndar FLE
að í tengslu við reikningsskilavenjur gjaldfærslu kaupverðs óáþreifanlegra eigna, að það væri eðlilegt að nota 20% fyrningarhlutfall þarna. En auðvitað að sjálfsögðu búið að breyta lögunum síðan þá og það ekki heimilt að fyrna aflaheimildir, en þetta bara svona dæmi það hvernig það litið til reikningsskila reglna eða venja til þess að ákveða hvernig þetta fara með þetta skattalega. Og svo erum við með hæstaréttardóm sem við köllum Vífilfells-málið. Þetta svona mjög skemmtilegur hæstaréttardómur að því leytinu til hann tekur á ýmsum atriðum. Hann fjallar skilyrði skattfrjáls samruna, nýtingu taps við samruna og svo gjaldfærslu á alls konar kostnaði. Og þar með talið var ágreiningur ýmsan auglýsingakostnað hjá Vífilfelli. Meðal annars var deilt kostnað þar sem var verið að styrkja hljómsveitina GCD og tónleikaferðalagi. En varðandi þetta atriði að þá var ágreiningur það hvort það ætti að gjaldfæra eða eignfæra kaup á auglýsingaskilti. Og þetta var svokallað veltiskilti sem var utan á Kringlunni. Og Vífilfell, sem er bara Coca-Cola, hafði gjaldfært þetta skilti sem auglýsingakostnað og þarna var sératkvæði frá honum Stefán Svafasyni, löggiltum endurskoðanda, þar sem hann var ósammála meirihlutanum gagnvart þeirri niðurstöðu að það ætti að eignfæra þetta auglýsingaskilti og taldi það einmitt í ósamræmi við góða reikningsskilavenju að gera slíkt, að þetta væri auglýsingakostnaður. En mér þætti gaman að vita hvort að þið væruð sammála þessari niðurstöðu hans Stefáns að ætti að gjaldfæra auglýsingaskilti. Það er kannski ekki svar við því hér en ég spjalla við ykkur eftir. Nú, þetta hefur verið bara margoft tæklað í framkvæmd að líta til reikningsskila í tengslu við túlkun á skattskilum. Svo gerist það bara núna árið 2022 að það kemur fram svona, ný stefnumörkun í þessum efnum, varðandi samspil reikningsskila og skattskila. Og það þessi úrskurður yfirskattanefndar númer 141/2022 og ég hvet ykkur öll til þess að kynni þið að þekkja hann úrskurð eða að minnsta kosti vera meðvituð hann, en í honum að þá var verið að deila fjármagnskostnað í tengslu við nýsmíði á fiskiskipi og ríkisskattstjóri taldi að það ætti nú eðlilega að eignfæra þennan fjármagnskostnað með þessum varanlega rekstrarfjármun, enda hafði það nú verið gert í reikningsskilunum líka. Nú, yfirskattanefnd fór alveg inn á það í þessum úrskurði og ríkisskattstjóri færði líka góð rök fyrir því að samkvæmt skattalögum þá ber auðvitað að hafa bókhalda ásetning sem grundvöll fyrir skattskilunum. Og ef að aðilinn hefði valið að eignfæra þennan kostnað í reikningsskilum sínum þá hefði hann átt að gera það sömuleiðis í skattskilunum. Nú, enda ekkert í skattalögum sem stæði fyrir því vegi að eignfæra svona kostnað með eigninni líka. Og það sem að yfirskattanefnd staðfesti þennan úrskurð ríkisskattstjóra felldi niður 25% álag og sagði í rauninni í niðurstöðum sínum bara eins og málsatveikum háttar hér að þá eðlilegt að fella niður þetta 25% álag. Og svo líka bara áhugavert að nefna það að rökstuðningi ríkisskattstjóra og yfirskattanefnd fór inn á það líka að þetta væri nú framkvæmdin að líta til reikningsskilana til fyllingar á skattframkvæmd, vísaði í þessa 90. grein tekjuskattslaga sem lagastuðning fyrir sínu máli og já. Og svo líka einmitt skemmtilegt að þau komu inn á þetta að það þarf ekki endilega að horfa til laga ákvæða reikningsskil. Það líka hægt að byggja á
fyrirmælum, sem sagt reikningsskilastöðlum og fyrirmælum sem koma þá væntanlega frá reikningsskilaráði eða öðrum eftirlitsaðilum. Nú, það var einmitt þegar þessi úrskurður kom og þá auðvitað vakti það athygli margra og það voru margir spekingar sem fóru að spjalla saman og þar með tali ég og átti samtöl við fullt af löggiltum endurskoðendum og lögmönnum, sérfræðingum í skattarétti og annað. Og það voru allir sammála því að eftir þennan úrskurð 2022 að það skildi nú sérstaklega gæta þess að eignfæra allan fjármagnskostnað vegna varanlegra rekstrarfjármuna í skattskilum ef það var gert í reikningsskilum líka og breyta sannarlega framkvæmdinni frá og með árinu 2022. Nú, einhverjir voru með sögulegan vanda, hafðu gert þetta með mismunandi hætti í góðri trú fram til ársins 2022 og svo kemur þessi úrskurður og þá voru við mörg hver sammála því að ef að það yrði leiðrétt vegna fyrri ára, hvort sem það er eigin frumkvæði eða skattsins eða eitthvað slíkt, að það myndi það þó ekki valda 25% álagi. Heldur yrði bara framkvæmt leiðrétting og svo þetta bara tímafærsla, tímamismunur á skattgreiðslum. Nú, það gerist nú hins vegar að ríkisskattstjóri fór að senda út slatta bréfum, spyrja lögaðila hvernig þeir hefðu hagað fjármagnskostnaði vegna varanlegra rekstrarfjármuna og skatturinn fór að úrskurða með þeim hætti, eins og einmitt nefnda áðan að flestir svöruðu með þeim hætti, bara við sáum síðan hann úrskurð 2022 og fórum að breyta hlutunum eftir þann tíma. Sættum okkur jafnvel við það að leiðrétta fyrri ár en við vorum í góðri trú að það væri heimilt að gjaldfæra kostnaðinn skattalega þó hann væri eignfærður reikningshaldslega. Skatturinn, hann sagði, heyrðu, við ætlum bara að setja 25% álag á þetta allt saman, líka vegna fyrri ára og bar fyrir sig að þessi yfirskattanefnda úrskurður þar sem álagi var raunverulega fellt niður, að það hefði nú bara byggt á einhverjum málsástæðum í bara því máli sem að væri ekki hægt að heimfæra upp á allt saman. Og svo benti skatturinn á það að eins og í þessu tilviki, í þessum úrskurði, að þar sem að þessi skattaðili hafði ekki að eigin frumkvæði farið til skattsins og óskaði eftir leiðréttingu vegna fyrri ára, að þá ætti hann að sæta 25% álagi á allt saman, öll árin. Nú, yfirskattanefnd auðvitað sló þetta bara út á borðinu og sagði bara, heyrðu, fyrirgefðu, við erum með þennan úrskurð þarna 2022 sem var svona nýtt og hafði ekki verið fjallað þetta áður. Þar var álaginu fellt niður og sjálfsögðu ætlaði að fella það niður hérna líka vegna ára fram til 2022. Og já, akkurat. Og þeir bara einmitt létu RSK pínu heyra það þarna, fannst manni. Nú, svo gerist það líka á þess ári að við fáum úrskurð sem ekki ennþá búið að birta á heimasíðu yfirskattanefndar og ég svona aðeins hugsi yfir því en getum aðeins farið yfir það kannski bara rétt á eftir. En þetta máli þannig að þetta var skattaðili sem hafði farið í skuldabréfaútgáfu og hafði gjaldfært skattalega ráðgjafakostnaðinn í tengsli við þessa skuldabréfaútgáfu. Og þetta var bara lögfræðikostnaður og annar ráðgjafakostnaður í tengsli við þessa skuldabréfaútgáfu. Nú, í reikningsskilum hafði þessi aðili hins vegar dreift ráðgjafakostnaðinum á líftíma skuldabréfana í samræmi við IFRS reikningsskilastaðal. En aftur, gjaldfært kostnaðin bara eins og almenna rekstrarkostnað skattalega.
í góðri trú. Nú, ríkisskattstjóri, já, einmitt, bara, þessi aðili kom inn á það væri nú bara almenn heimild og heldur ekki skylda í skattalögum að dreifa gjöldum. Og það einmitt mjög áhugavert af því að meginreglan í skattarétti þetta svo að þú ert að færa kostnað til gjalda á því ári sem að gjöldin myndast, en alls ekki dreifa gjöldum. En ríkisskattstjóri og yfirskattanefnd staðfesti að þessi aðili, af því að hann hefði dreift ráðgjafakostnaðinum á líftíma skuldabréfanna í reikningsskilum, þá hefði hann búið að gera eins í skatti og leiðrétti skattskilin hjá þessum aðila, en felldi niður 25% álagsbeitinguna, einmitt með vísan til þessara fyrri tveggja úrskurða sem að ég var að fara yfir. Og aftur, eins og ég nefni, ég hugsi yfir því hvers vegna yfirskattanefnd hefur ekki birt þennan úrskurð. Af því að þarna erum við með dálítið svona aðra hlið á þessum peningi, ok, við skiljum það að eign fær eitthvað kostnað, en ég á erfitt með að skilja af hverju ég þarf að dreifa gjaldfærslu skattalega. En ég kannski ætla ekki að túlka það of mikið, en að það færi maður samt til að hugsa, ok, eru þeir ekki að birta þennan úrskurða því að þetta svona, getur fyrir að skapa kannski opna mögulega leika á einhverjum skrýtnum túlkunum. Við erum að sjá aðeins til með það. Já, einmitt, búin að nefna þetta. Þau felldu niður 25% álagsbeitinguna. Rétt í lokin að það kom fram í fyrra, sérstaklega eftir samtöl á milli ríkisskattstjóra og skattahóps FLE, að ríkisskattstjóri lítur svo á með vísan til þessara nýju úrskurða sem að ég var að fara yfir, að ef að byggingaraðilar þeim verði ekki lengur heimilt að beita mismunandi aðferð í reikningsskilum og skattskilum þegar kemur að innlausn tekna. Ef að byggingaraðilar ætla að beita áfangainnlausn í reikningsskilum, þá verða þeir að beita áfangainnlausn í skattskilum líka. Þeir geta ekki beitt mismunandi aðferðum. Þar af leiðandi þeim að sjálfsögðu heimilt líka að beita verkloka aðferð í reikningsskilum og þurfa þá að breyta verkloka aðferðinni í skattskilum sömuleiðis. Þetta verður hér og með að haldast í hendur. Og þetta þarf að gera það frá og með 2025. Það búið að fella út reitina í skattframtölum sem að kváðu á gerður ráð fyrir leiðréttingum vegna mismunandi aðferða þarna í reikningsskilum og skattskilum. Ríkisskattstjóri hefur gefið það út óformlega að þau munu leyfa þeim verkefnum sem eru nú þegar og búið að vera með mismunandi aðferð, að leyfa þeim að renna sitt skeið, ef svo má segja, en öll ný verk frá með 2025 verða að vera með samsvarandi aðferð í reikningsskilum og skattskilum. Og þessir aðilar og þið eiga þessi samtöl við byggingaraðila að þetta getur auðvitað haft áhrif á reikningsskilin eftir því hvora aðferðina þau eru að beita, en það getur alveg verið gott sjónarmið að það gefur auðvitað þá líka bara glögga mynd af rekstri og efnahag hverju sinni að beita viðeigandi aðferð í þessum efnum. En þetta getur haft áhrif og hvet ykkur eindregið til þess að eiga samtöl við þá aðila sem eru í byggingastarfsemi hvað þetta varðar. Ég hefði vilja sjá ríkisskattstjóra gefa út ákvarðandi bréf og svo þetta sé nú komið frá skattinum og sem flestir viti nú af þessu.
En við erum að sjá þarna nýja línur. Það er verið að gefa okkur skýr merki það að passa að reikningsskilin og skattskilin séu með samsvarandi hætti. Ég ætla ekki að segja að verði endilega þannig að skattskilin verði bara alveg eins og reikningsskilin og við þurfum bara ekkert að gera neinar leiðréttingar. En þó að þetta sé ykkur lína, eins og ég nefndi bara rétt áðan, það eru bara margvíslega atriði sem eru með svo ofboðslega misjöfnum hætti í reikningsskilum eða skattframkvæmd eða hvernig við höfum verið að túlka hlutina og þetta er ekki skýrt í lögunum hvort eigi að ráða í þessum efnum. Þið ætlið að eiga spjall á eftir tillögur að breytingar á skattalegum og ég vona að þið hafa fengið einhverjar góðar hugmyndir en ég held að þetta geti, þetta er ekki gott ef það er einhver óvissa framkvæmd eða túlkun. Það er aldrei gott. Við erum allir að reyna að gera sitt besta og við erum að reyna að ráðleggja fólki heilt sömuleiðis hvernig eigi að gera hlutina. Að öðru kosti getur þetta skapað einmitt óvissu í framkvæmd ef það er eitthvað svona óljósar túlkanir. En þið allavega vitið sirka línurnar í þessum efnum, hvet ykkur bara til þess að staldra við og hugsa og auðvitað leita bara álits ef það koma upp eitthvað svona mismunandi álitefni. Takk kærlega fyrir mig. Bara takk kærlega Guðbjörg, þetta er mjög áhugavert og svona gefur okkur svona eitthvað smá umhugsunar efni. Næst á dagskrá er kaffihlé. Þannig að ég bara býð öllum að rölta hérna fram og fá sér veitingar. Gjörið svo vel. Hvernig förum við? Ég fæ ennþá til að laga þetta. Já, ok, það er bara þetta sem er... Byrja 35, þetta ger eitt hérna. Ok, ég glemdi að segja hversu lengi kaffihléð er. Setur tæmir? Já, það get ég ekki... Múlega músileðileg. Það er að reyna að fara hérna niður. Það er að reyna að fara hérna niður, sjáu þið nú. Þetta er ómögulegt. Við erum komið með þetta upp á allavega spenna kaffihléðar. Við ætlum að byrja 30. Flinkar í alls og svona. Ég var líka í stjórninni inni. Hvað kom við það? Ég ætlaði að fara á timer, ég ætlaði bara að googla og finna timer. Já. En svo er þetta allt í upptöku, þannig að það ekki, þetta er bara svo venjulega, þá eru allt streymið tekið upp líka. Það því að við, frábært það. Þetta er einstaklega. Sérðu. Já. Nei. Ég ætlaði að starta þessu timer, bara þú getur sett hann á skjáinn. Já. Bara geggjað, það má bara íta góð núna. Svo. Já.
kannski að leifa fólki þess að brainstorma, það tekur fáum blöð og penna hjá okkur, þá erum bara korter eða eitthvað sem aðeins og svo förum við að labba á milli með. Þá erum við bara að spæja, svo erum við bara eftir og vinna það. Þú veist, frá upptökunni, þá heyrum við, það er einhver síðan að reyna sveittir að hérna á þessu. Gerum við þetta? Já, Jóhannes. Já. Það getur verið bara þetta tilbúin. Svo séum við
að tengja hérna, kemst þið hérna á netið líka? Já. Bara með grand gestan. Já, svo. Já, ég þarf auðvitað að komast á netið, maður sjá, það hérna. Hérna, og er það bara svona? Já. Það er ekkert login eða neitt. Ekkert login, nei, ok. Svo. Ok, þá er það komið. Og svo... Viltu klikkarinn? Hæ? Viltu hafa klikkarinn? Nei, ég get bara gert þetta hérna á... Ég verði hérna, sko. Það svo er það bara svona... Þú setur nú hún á. Hvað segir? Jú, er það ekki bara? Og svona. Það er bara hafa þetta svona. Já, flott, glæsilegt það. Já, blessuð. Sælbless, Jóhannes. Já, Ágústa Katrín hérna. Ég er afstöðumstjóri sko. Já. Hérna, Flott. en ég var að hugsa svona að því að greina hefur ekki alveg verið svona, kannski bara geði svona 5 mínútur eftir svona eitthvað. Já. Sko, þannig að þú ert eitthvað svona... Já, einmitt. Jú, hann Unnar var búinn að segja mér að ég mætti syndga aðeins upp á tímann, sko. Já. Ég verð sko seinni hluta svona, mun ég bara að sína svona inn í lausnina, sko. Þannig að það er svo sem alveg þetta að leika sér með tíma þar. En þú sé, ég getur ekki að tala í allan dag, en þú veist hvað þetta er. Já, ég veit. Nei, þetta er bara mjög fínt. Bara kæra þakki fyrir að lega mér að taka þátt. Já, þetta er bara, mér finnst þetta bara rosalega skemmtileg dagskrá í rauninni. Já. Þú veist, það er bæði svona hefðbundna og svo svona eins og þú svona með nýtt, sko. Já, einmitt. Þannig að það er bara... Hraðalegin í framtíðina. Já, nákvæmlega. Við erum sennilega með, sko, þannig að þetta námskeið þarna fyrst. Já. Já. Núna hérna, núna strax og ekki. eftir, já, 35. Ég þarf bara að hóa í fólkið. Já, einmitt. Já, ég tók að þér klukkuna hérna. Já. Ég ætla hérna bara rétt að kíka. Já.
Halló, halló. Ég gef ykkur tíma til þess að setjast og svo ætlum við að fara hérna í næsta atriði. Hann er þetta sko, og hann er með sína, það er hérna undir. En hún er inn sína. Svo svipar það. Já. Heyrðu, já, sem sagt næsti liður á dagskrá er allt skýrt í skattalögum. Við ætlum hérna að ræða það sem betur að fara í lögum tekjuskatt og tengdri löggjöf undir stjórn skattanefndar, og framkvæmdastjóra. Ég ætla bara að bjóða hann Unnar hérna í pontu og skýra svona leikinn fyrir okkur, eða leikinn, eða svona, já, næsta lið. Gjörðu svo vel, Unnar. Jú, leikinn, það er vel orðað. Við gerðum slítið saman eins og Elín Hanna nefndi á reikningsskiladeginum og tókst mjög vel til og ætlum að reyna að endurtaka þá leikinn núna en fókusir á skattalögin og skattanefndin er svo hér að ég held öll, Steingrímur, Kata, Haukur Páll, er hann ekki hérna? Nei, ekki Haukur en Daniel. Og svo tökum við hálftíma núna, þið ræðið saman á borðum, þið skrifið niður og svo verða svona umræður, ég mun labba hér á milli borða og þið muni segja mig svona helstu atriði, helsta sem þarf að laga í tekjuskattslögum og svona tengdri löggjöf og svo munum við, ég í samstarfi við skattanefndina og vinna úr því sem fram kemur og við munum koma því áleiðis inn í kerfið, inn í kerfinu og þetta er mjög mikilvægt upp á þetta hagsmunagæslu hlutverk okkar. Þannig að við byrjum bara, tökum hálftími þetta og svo vera kortis umræður, allt tekið upp og svo vinn ég úr öllu dótinu og kemur sáleiðis. Öll sátt við það og reynum að hafa þetta svolítið gaman, er það ekki í lagi? Ok, flott, þá byrjum við, hálftími. Fyrirgefi, gleymdi mikilvægu fólki sem í streymi, sendið athugasemdir ykkar á upálsson, 1l2s, @fle.is, upálsson@fle.is og hef ég allavega á hjá mér og kannski lesum eitthvað upp á eftir. Takk fyrir.
Já. Jæja, komið í sæl. Það sem við ætlum að gera núna, nú ætla ég að rölda á milli borða og bara biðja ykkur að segja mig svona, já, hverju eitthvað niðurstöður voru. Ég var í prófnefndinni lengi en ég gef ykkur einhvern líka. Nei, og já, og svo vinn ég, eins og ég segði, vinnum við úr þessum athugasemdum, ég og skattanefndin og komum þessu áleiðis. Herru, ég ætla bara að byrja hérna. Hérna er nú mikill skattamaður Lúlli. Dæma þetta á því. Já, það eru nokkrar tillögur hérna. Takk upp hérna Loss Carry Backwards, svona sem mótleik við þessu brottfalli verklokaaðferðar. Það geti gagnast, þekkist í öðrum löndum. Andstæðan það við Loss Carry Forward, eins og við erum með. Svo grein númer 28 í tekjuskattslögum, mótframlag launagreiðandi í lífeyrissjóð, 12% pluss 2 milljónir frá því fyrir hrun. Síðan þá hafa mótframlög og laun hækkað mjög. Það eru margir byrjar að reka sig í þetta þak, svona forstjórar og launaherri aðilar. Númer 3, afnema skyldu til dreifingar á gengismun í framtali. Á ekki við lengur til við. Og fastar krónutölufjárhæðir til ívilnunar séu hækkaðar með sama takt og allt sem ríkið er að afla sér, eins og heimagisting, 2 milljónir, frítekjumark hjóna í fólks í fjármagnstekjum og margt fleira. Og svo er skýr lagaákvæði með rafmyntir, bara koma því inn í lög hvernig ég að meðhandla þær. Og svo var innvarandi vask, skilgreina hvað eru heilbrigðisstéttir. Og já, svo síðastalega endurskilgreina reglur söluhagna íbúðarhúsnæðis, brottfella rúmmetrareglu og hressa þessu upp á þær greinar allar. Búið. Takk fyrir það. Þú vilt bakfæralegt tap, ekki bara yfirfæralegt. Og varðandi verklokaaðferðina vil ég segja það. Núna eitt félagsmaður líka sem var að senda mér ábendingum það mál sem við reynda vöktum athygli á í fyrra að í fréttabréfum og svona þetta með að þeir að beita sömu aðferð skattarlega og reynsalslega og í mínum huga er alveg skýrt að verður að beita áfangaaðferðinni samkvæmt IFRS og ársreikningalögum sem þýðir þá að það sé semst ekki heimilt að beita verklokaaðferðinni í reynskilum. Þannig ég les ekki annað út af lögunum, Steingrímur. Það er rétt hjá mér. Já, það sé þá einhver svona undan tekníkar. Þetta sé allan að megin reglan. Fer ég á næsta borð. Guðmundur Óli, ég sé að því langar að halda hljóðneimanum. Nei. Já, við vorum með eitthvað að því sama. Afnema skyldu til að dreifa gengismun var efst á blaði. Færa skilgreiningu á hugtakinu tækifærisgjöf inn í lögin og möguleg fjárhæðamörk svo það sé ekki svona óskýrt og ákveðið í skattmati sem enginn veit hvernig verður til. Við vorum með rýmka ákvæði vegna fyrningar og yfirfæranlegu tapi. Laga til, ég held að eyðublaðið heiti RSK 319 með hlutabréfa viðskipti einstaklinga. Þegar allar upplýsingar að koma fram á sundurliðablaðinu ef að einstaklingur er ekki með vörslusafn hjá erlendu vörsluaðila, þá liggja allar upplýsingar fyrir. Af hverju þarf að handstimplaðar allar inn? Af hverju er ekki hægt að færa það á framtalið eins og hægt að gera með ýmis lán og svoleiðis? Síðan var það að fá möguleika fyrir framtalsskil þegar fagaðileg sér framtalsskil að segja hægt að óska eftir rafrænni undirritun hjá prófkúruhafa félagsins eða einstaklingnum áður en það fer inn til skattsins. Eða bara áður en það er ítt á skila að þá getur fagaðilinn, ef hann vill fá staðfestingu að hann sé samþykkur að það þurfi ekki að prenta það út og kvitta á það eins og eitthvað slíkt. Jú, til dæmis, já. Þá væri undirritun frá að lágmarki prókúruhafa til staðar. Síðan var bara svona
umræða líka afnám samsköttunar hjóna væri skrítin breyting sem væri fyrirhuguð og að hækka 100% endurgreiðslu VASS til iðnaðarmanna myndi bæta mögulega skattskil og eftirlit með bara skatti. Takk fyrir þetta. Jæja. Kristrún, hver þarf að taka sér að tala hérna? Við reyndar misskildum spurninguna, heldum við varum að tala hérna. Þetta væri spurningin með gervigreindina. Þannig að á síðustu stundu breyttum við aðeins, en það er svo allt komið fram. En það er aðalega gengismunurinn og svo fjárhæða viðmiðin í starfsmannagjöfunum sem er svona komið strax upp hjá okkur. En við erum allt með gervigreindar henni. Mætti líka alveg ræða meira verðbréf skattalega meðferð á þeim í ársreikningalögum og skattalögum. Þannig bæði hlutabréf og sjóðir. Einmitt það, takk fyrir. Tryggvi, nei. Þú takur. Þetta nú eiginlega bara komið fram held ég sem að við höfum nóterað hérna niður. Var eitthvað sem við viltum bæta við? Við vorum komið með, þetta var komið með bæði tækifærisgjafir. Það var tvennt annað kannski sem að, fyrir utan það sem komið niður, sem að áður komið fram. Það er annars vegar með það að það sé framlaga einstaklinga sem að borga sjálfur í heilsurækt. Það sé frádráttarbært þar sem þetta fyrirbyggjandi aðgerðar til lækkunar á heilbrigðiskostnaði í þjóðfélaginu til framtíðar. Þetta sé ekki bara frádráttarbært hjá fyrirtækjum og svo er styrkur veittur og þá fá þeir einstaklingar sem að þess njóta, þá fá þeir það frádráttarbært, en ef þeir borga sjálfur og kannski komnir á aldur og svo framvegis. Þetta var annað og svo hitt var, námsstyrkir, en svo var hitt var það að okkur finnst hnappurinn vera mjög misnotaður og ekkert eftirlit hjá ársreikningaskrá varðandi eftirlit með honum, bæði fjárhæðamörk, eignarhaldsfélög, fasteignameðferðir og fleira. Þannig að það er eitt sem að ég held að flestir séu sammála að hnappurinn er notað miklu víðar heldur en tilgangurinn var með honum og lögin segja til Einmitt það. Takk fyrir. Þá fer ég á næsta borð. Og það er Auðun. Hún ætlar að taka sér að tala. Já, komið þið sæl. Við erum hérna með 10 punkta. Ég held að enginn af þeim kom hérna fram áður. Í fyrsta lagi þessi frávik sem að Guðbjörg fjallaði áðan, að það sé á milli skattalaga og reikningsskilareglna, að það séu gildi bara sú regla að reikningsskilareglu gildi nema það sé lög ákveðið frávik. Dæmi tíma viðmið kaupa, fasteignakaupa til dæmis, að það afhendingardagur eða þegar hvenær áhætta ávinningu færist yfir, það gildi jafnt í skattalögum og reikningsskilareglum. Elstu menn mundu líka til skemmtilegum mismunum milli skattaregna og reikningsskilaregna, þar að segja að hún var öðru sér reiknuð verðbreytingafærslan, skattalega og reikningsskilalega, en við þurfum ekki að fást það lengur. Nú, hér komu líka hugmyndir hlunnindamat, eða mikilvægi þess að hlunnindamat væri lög ákveðið. Til dæmis varðandi meðferð á íbúðarhúsnæði sem að félag á en er notað af eiganda félags. Að reglurnar sem það gildu væru lög ákveðnar. Og svo eru ýmis svona praktísk mál, eins og að það rýmka frest til þess að sækja lækkun á fyrirframgreiðslu skyldu upp í opinber gjöld, rýmka frest að sækja ársskil í vaski. Og svo ekki aðeins þessari kannski spurningu líka hér, að það væri komið tími á að hreinskrifa lög tekjuskatt,
laga til í þeim, þannig að það þurfi ekki að vera langskóla gengin lögum til þess að skilja öll þessi bráðabirgða ákvæði og það væri kannski hægt að fá gervigreindina til þess að hreinskrifa lögin. Nú svo varðandi vaskskrá, þá var aðeins kom fram að skatturinn heimilar aðilum sem að sækjum vask eru skráður á vaskskrá, þá skulu þeir jafnframt skráður á launagreiðendaskrá, alveg óháð hvort það séu launþegar starfandi hjá félaginu eða þessum skattaðila eða ekki. Nú svo voru hérna tvær róttækar hugmyndir, annars vegar að fella niður útvarpsgjald og hins vegar að lækka tekjuskatt lögaðila í 10%. Og það væri mjög einfalt að reikna 10% fyrsta lagi og svo hérna sýndist fram á að það var lækkað úr 21 í 20% tekjuskattur lögaðila milli áranna 23 og 24 og þá lækkuðu sem sagt tekjurnar við þessa hækkun. Þá lækkaði tekjuskattstekjur ríkisins sem að Stefán sýndi okkur hérna áðan. Takk fyrir þetta. Höldum í ferminni áfram. Komin á þetta borð. Hvern langar að taka við hljóðnemanum? Já. Hæ, herðu, flest af því sem við vorum búin að skrifa er komið, en við vorum að hugsa að skattár taki mið af reikningsári. Að skattframtalið taki mið af því reikningsskila ári sem að fyrirtækin eru með. Þannig að fyrirtækið skilarinn, reikningsskilar 29. febrúar og þá verður skattframtal líka með 29. febrúar. Og í tengslum við það þá vorum við líka að hugsa hvað með að fjölga álagningadögunum. Að það væri ekki bara í október, heldur væri kannski 4-5 sem yfir árið sem fyrirtækið sem skila snemma geti þá fengið álagninguna sína fyrr og myndi kannski hvetja fyrirtæki sem verið með inneign til að klára málum sem fyrr og þannig létta undir skattinum. Svo vorum við líka með eins og aðan kom að rýmka þessa 10 ára reglu fyrir yfirfæranlega töp eða afnema hana bara, að dreifing og gjaldfærsla eða tekjufærslu á þessum gengismun yrði bara valkvæður en ekki að þyrfti að gera það. Minna með 50 krónur af hverju þá að dreifa því og svo vorum við að hugsa í framtalinu sjálfu, þá er oft svo ítaleg afstemming við vaskinn að það getur tekið alveg langa stund fyrir mann að finna út af því, ef reikningshaldið og svo það sem búið skilin og allt það, kannski rýmka það aðeins. Það var svona helsta. Takk fyrir þetta. Eitt atriði sem verður ekki verið nefnt sem mann eftir að fólk hefur talað þarf ekki að endurskoða stofn efnahagsreikning við yfirfærslu einstaklingsrekstrar, það ekki rétt munið hjá mér hérna. Og svo þetta kannski einstaklingsreksturinn verður svo langt undir endurskoðunarmörkum. Er það ekki eitthvað sem þyrfti kannski að skoða? Já, hvað segirðu? Er það ekki skattalögum? Steingrímur ætlaði að svara því. Ég man ekki hvort það er skattalögunum, en nei, ég held ekki samt, sko. Ég held að það sé í lögunum ekki, já, það er ekki í skattalögunum. Það er í lögum, já, en það er ekki í skattalögunum. En það er semst að fá mig til að tala um það sem við vorum með, að klára borðin. Ég klára borðin, tíminn hleypur aðeins frá okkur, en ég ætlum samt að klára borðin og sleppa kaffinu og þið fáðu bara meira fyrir peningin og fagniði. Þannig að, Bryndís Björk, þú taka við? Ég held að við höfum kannski bara ekki mikið til málan að leggja, en við erum nú með eitthvað af því sem búið að koma með gengismunin, þetta er náttúrulega augljóst. Við settum samt niður að blað hérna við áhyggjur af þessari þróun með þessa samþættingu skattstofns við reikningsskilin og kemur mjög óvart að því að það var kannski þannig fyrir 100 árum og síðan hafa menn skilist leiðir að því að þetta er sitt hvort tilgangurinn. Þannig að við erum svona pínu að ágjöra þessu. Hvað verður næsta með fyrningar fasta fjármuna sem er ekki alltaf fyrndar eins og í reikningsskilum til dæmis. Síðan viljum við bara að það sé samræmi í framkvæmd og það sé skýra leikreglur. Þannig að leikendur eiga bara að vita hvaða reglur gilda og það á ekki að koma í baki á fólki. Við tókum aðeins þarna tækifærisgjafirnar, vorum meira samt að spá í má ekki einfalda þetta, það er eitthvað fjárhæð
skiptir einhverju máli hvort það er peningur í umslagi, peningur gjafakorti frá banka eða peningur í formi gjafakort hjá okkur fyrirtæki. Þar sem að starfsmenn þá skyldar til að kaupa eitthvað ákveðið. Síðan vorum við með svona varðandi skilin. Til einföldunar, það má einfalda aðeins skattframtalið, þetta er greinilega eitthvað sem að hvílir okkur hjá B&C. Hættum þessari gífulegu sundurliðun að ná rekstrakostnaði sem allt öðruvísi heldur en fyrirtæki sundurliða og þarf þessi vaskafstemming endilega að vera í framtalinu, getur hún ekki komið annar staðar. Leyfa hnapp fyrir eignarhaldsfélög, allavega lítil, og auka möguleika fyrirtækja á að vera með annað reikningsár og skattár. Það er ekkert mál að vera með annað reikningsár og það er svolítið mál að fá annað skattár. Og jafna þannig dreifingu skila og einfalda hlutina. Ég held að það ekki verið meira. Jú, aðalmálið fyrir okkar mann sem er ekki endurskoðandi, en hann benti á er ekki hægt að hafa þessar endurgreiðslur, rannsóknar og þróunar pínlítið manneskjulegri og einfalda framkvæmdan í því að menn fá að vita fyrr hvort eigi rétt á þessum styrkjum og mögulega dreifa þá greiðslunum frá ríkinu til aðila sem að þurfa raunverulega á þessum peningum að halda. Glæsilegt, takk fyrir, og ég vil bara segja það því að eins og fram hefur komið að við Steingrímur og svo fleira fólki erum í reglulega að hitta skattafólkið, að við nefnum þetta, ég nefnum þetta á hverjum fundi með að lok hvers fundar að það væri æskilegt að geta breytt skattárunu. Það er ekkert mál að breyta reikningsárunu, semst ásækninga reikningsárunu, en við erum þá að vinna alltaf með 2 tímalínur og fáum ekki að breyta skattárunu. Þetta er margótt komið fram hjá félagsmönnum. Hérna. Já, góðan daginn. Við vorum með mest svona því sem er komið, en kannski eitt sem hefur ekki komið fram við töluðum gengisákvæði í skattalögunum. Það talar ennþá sölu og kaupgengi, en eins og í dag birti til dæmis Seðlabankinn ekki það, heldur bara miðgengið. Já, vorum með heimild til að flytja tap aftur í tímann og hafa dreifingu gengismunnar heimildarákvæði, og af hverju er yfirfæranlegt tap bara 10 ár? Mætti bara vera, þyrfti ekki að skilgreina. Já, uppfæra iðgjaldaákvæði í mótframlagi lífeyrissjóð, og svo vorum við með umfjöllun bráðabirgðaákvæði eftirgjöf skulda sem er sett inn eftir hrun, að það getur verið íþyngjandi fyrir lítil félög sem þurfa að tekjufæra hjá sér skuld sem að kemur þá til greiðslu tekjuskatts, og þá í raun og veru bara þá sleppa fyrirtæki að slíta félaginu. Já. Kannski ekki lítil félög. Ég man ekki nákvæmlega orðalagi á þessu ákvæði, en maður hefur lent í því að þú ert með dormant félög sem að skulda móðurfélagi sínu pening, það getur verið slatti, og það er ekki hægt að slíta þessum félögum einföldum slitum af því að þau eru ekki skuldlaus, og það er ekki hægt að gera þau skuldlaus með eftirgjöf skulda því að þá lenda þau miklum tekjuskatti, og það er ekki hægt að gera þau skuldlaust nema þá að fara í einhverja hringekju með hlutafjáraukningu og annað. En það er kannski eitt sem að ég vil nefna, samskipti við skattyfirvöld. Þau hafa breyst svolítið, og Stefán kom inn á það í sínu erindi, að þetta er orðið miklu svona ópersónulegra heldur en það var í gamla daga. Það er mjög erfitt orðið að fá talsamband við þess aðeila, og mér finnst kannski að skatturinn ætti að huga því að allavega að gefa fagstéttum tækifæri til þess að hitta viðkomandi og ræða málin í meira mæli heldur en gert er. Erum þá bara eitt borð eftir, er það ekki? Já, við erum náttúrulega síðust og erum allt sem að við vorum með, sem var alveg þó nokkur atriði, hefur komið fram. Þannig að Já, Steingrímur. Jöp. Því að það hefur verið að tala þetta samspil Ríkisvalds og skattskila. Þú veist að ég skil það mjög vel, það sem hefur verið að gera, en það sem ég hef áhyggjur af er að þetta skatturinn virðist velja hvenær þetta á við og hvenær ekki. Til dæmis eins og með leigusamninga og leigueignir, af hverju er það ekki bara eins skattalega ríkisvaldslega?
Það eru fleiri svona atriði þar sem að, þú veist, þetta virðist bara að vera valkvætt hvernig þetta á við. Og síðan er eitt atriði sem ég hef verið að ræða við skattyfirvöld sem er það að það er 25% álag á það vantaldi skattstofnar, skiptir engu máli hvort að þú biðjir að framtalið sé leiðrétt eða ekki. Þessu þyrfti að breyta og líka ósækjast að 25% álagið eigi við hvort sem þetta finnst eftir 1 ár eða 5 ár. Af hverju þetta ekki eitthvað mismunandi og af hverju ekki ívilnandi ef ég biðum. Og síðan vorum við að tala að koma hluta hlunnindamatinn inn í lögin eins og það búið að nefna og það vantar líka á okkar mati inn í lögin svona heimild hvað má gefa börnum að þess að sé skattur á því yfir kannski á 10 ára tímabili eða eitthvað þannig og setja inn í lögin eða inn í hlunindamati fjárhæðir á gjöfum og svona. Annars held ég að þetta hafi meira minna komið fram. Það er kannski eitt annað með til dæmis eins og með þetta mismuninn á skattalögum og ársreiningi. Það er líka með þetta eins og Guðbjörg minntist á áðan með sölu eigna. Af hverju er það ekki bara afhendingadagurinn? Og síðan myndum við náttúrulega vilja að gera sérlögum einstaklinga og sérlögum rekstur. Það því að það á sumstaðar bara ekkert gott að sjá hvað er ávið einstaklinga og hvað ávið rekstur. Þannig að ég held að það sé komið svona það sem við vorum með svona mestuleiði. Glæsilegt, þá höldum við áfram með dagskránna og þið getið sendt mér áfram svo bara ef þetta er eitthvað í hugum helgina og ég ætla að fá svo skilja í blöðun eftir á borðunum, ég ætla að safna þessu saman á eftir. En Ágústa Katrín tekur þá við. Já, einmitt. Heyrðu, það er komið að næsta dagskrárlið sem heitir Getur gervigreindin orðið leikbreytir í störfum endurskoðanda? Hann Jóhannes Eiríksson er stofnandi og framkvæmdastjóri Lagaveita og ætlaði að vera með þetta erindi. Hann þessi Lagaveiti sem er að þróa samnefnda gervigreindalausn fyrir lögfræðinga. Hann hefur sinnt margþættum lögfræði og rekstrartengdum störfum í gegnum tíðina, meðal annars verið framkvæmdastjóri Aurbjargar, yfirlögfræðingur hjá Credit Info Group og Info Capital og sem lögmaður og Lex og Mörkinu lögmannsstofu. Auk þess sem hann stofnaði lagatæknifyrirtækið Fons Juris fyrir rúmum áratug. Jóhannes er lögfræðingur frá Háskóla Íslands og með Master of Corporate Law gráðu frá University of Cambridge. Þar sem við erum búin að taka svona aðeins af hans tíma, þá ætlum við að sleppa kaffinu og gefa honum orðið til klukkan 12. Gjörðu svo vel, Jóhannes. Má sjá, það er eitthvað að gerast hérna. Svona. Já, komið sæl. Gaman að vera með ykkur og ég var að biðja ykkur afsökun á því að vera að taka ykkur kaffi, sko. Það var nú ekki ætlunin að vera að ryðjast hérna inn og taka kaffið af ykkur. Þannig ég vonaði að sé að redda því á einhvern annan hátt, svona friðsælan. En eins og við komum fram að þá er ég lögfræðingur á mennt og ég stofnaði þetta fyrirtæki Lagaveita ásamt bróður mínum Tómasi sem vill svo til að einnig lögfræðingur. Og við höfum verið að þróa þessa gervigreindarlausn núna síðustu 2 árin, eða rúm 2 ár, tíminn flýgur áfram og hugmyndin hérna í dag var að svona aðeins að deila með ykkur þeirri sýn sem að ég hef öðlast á þessum tíma á gervigreindina. Og eins og sést hérna ég heyrði að það voru nú einhverjir endurskoðandi byrjaðir að svara spurningunni sem er bara frábært og ég hlakka bara til að heyra svarið eða svörin á eftir. En yfirskriftin er þessi, getur gervigreindin orðið leikbreytir í störfum endurskoðanda? Og það má segja að stutta svarið við því sé já, en að langa svarið innihaldi stórt ef. Og sko, gervigreindin, hún getur sannarlega orðið leikbreytir, en einungis ef að það er rétt að málum staðið. Og ég ætla svona aðeins að nýta núna næstu mínútum til þess að fara aðeins yfir þetta ef og hvað það þýðir áður en ég fæ að sýna ykkur síðan aðeins inn í lausnina. En sko þegar stóru málíkunin sem að þið eflaust þekkið, ChatGPT,
Gemini, Claude og hvað þetta heitir nú allt, þegar þau komum fram á sjónarsviðið, að þá sáum við mjög fljótt að það voru gríðarleg tækifæri fyrir sérfræðistéttir og ekki síst okkur lögfræðinga, þar sem að í lögfræðinni erum við annars vegar með tungumálið eða textan sem að segja má að sé hornsteinninn í lögfræðinni og svo hins vegar mikið magn af gögnum sem að lögfræðingar vinna með í daglegum störfum. Nú ætla ég að hætta mér út á dálítið hættulega braut og segja að sko tölur í ársreikningi væru lítils virði ef það væri ekki studdar ákveðnum forsendum og þið leiðréttum bara ef þetta ekki rétt. En þessar forsendur þær byggja ýmsu leyti á mjög svipuðum grunni og lögfræðin. Enda eru það ýmiss konar lög, reglur, staðlar, leiðbeiningar, skýringar og annar texti sem marka þann ramma sem endurskoðendur ber að vinna innan. Og það sást bersýnilega núna í títt nefndu erindi Guðbjargar hérna í morgun, varðandi skilin þarna milli reikningsskila annars vegar og skattskila hins vegar. Og ég ætla nú ekki að hætta mig nánar út í það núna, ég er ekki búinn að leggjast yfir það, en það mjög fróðlegt að heyra það erindi. En það eru nákvæmlega þessi hráefni, það er að segja textinn annars vegar og mikið magn gagna hins vegar sem að gervigreindin, það er að segja þessi stóru mállíkön, eru svo góð að vinna úr. En, og þetta er dálítið stórt en, að ef það er ekki vandað til verka, þá eru mikla líkur á því að þessi miklu tækifæri, þau geti snúist hreinlega upp í andhverfu sína. Og ef að sérfræðingurinn, hvort sem að það er lögfræðingur eða endurskoðandi eða einhver annar, sér að þetta er ekki að virka og það er það sem að sérfræðingar sjá mjög fljótt á þeim sviðum sem þekkja vel til, hvort að svona lausnir virkið ekki, að þá er svo mikil hætta á því að sérfræðingurinn missi trúna á tæknina og vilji hreinlega ekki nota hana. Og þess vegna vil ég undirstrika það að það eru gæðin sem að skipta höfuðmáli í svona lausnum. Það er að segja hversu áreiðanleg eru svörin sem að koma út úr þessum líkönum og þessum lausnum. Og ef að gæðin eru ekki góð, að þá þarf sérfræðingurinn eftir sem áður að vinna alla vinnuna, þannig að slík lausn og notkun slíkrar lausnar, hún leiðir ekki til neinnar aukinnar skilvirkni eins og nú stóra markmiðið, heldur þvert á móti eykur hún vinnuna og leiðir til hreins kostnaðarauka í rekstrinum. Og þá er líka augljóst að slík lausn leiðir ekki til vandaðri vinnubragða og úrlausna. Og þetta er auðvitað svona stærsta vandamáli við flesta lausnir þarna úti. Gæði, svara og áreiðanleiki er bara alls ekki nógu mikill. Og svörin eru oft yfirborðskennd en á sama tíma fjarska falleg, en þegar nánar aðgáð og sérfræðingar með sína þekkingu og reynslu fara staðreyna svörin að þá stendur ekki steinn yfir steini. Og það er nefnilega þannig að það eru alls ekki allar þessar gervigreindarlausnir eins. Þær eru líklega jafn mismunandi og við mannfólkið. Sumar eru mjög vandaðar en aðrar eru bara alls ónothæfar. Og þá er ég að tala sem alvöru vinnutæki fyrir sérfræðinga sem leiða til stóraukinnar skilvirkni í störfum, vandaðri vinnubragða, vandaðri úrlausna og meira samræmis í framkvæmd. Eins og voru nú að ræða hérna áðan að er ekki vanþörf á að mér heyrist innan þessa umhverfi sem að þið starfið. Nú almennari lausnir, það er einblín á hraða og að veita þóknanleg svör og oftar en ekki afdráttarleg svör. Höfuðáherslan er á að geðjast ykkur. Svo er það með aðgang að öllu internetinu og gera ekkert endilega greina með þeim hafsjó af alls konar upplýsingum og vitleysu sem að það er að finna. Og vandamáli sem að við höfum staðið dálítið frammi fyrir í okkar vinnu er að það er oftar en ekki gerður nægilega skýr greinamunur á þessu lausnum.
og orðinu gervigreind splæst framan og aftan við allt mögulegt og ómögulegt og út kemur fyrirbæri sem kallað gervigreindalausn. Og þess vegna algjört lykilatriði, við leggjum ríka áherslu á þetta, að þessar lausnir séu prófaðar í þaula og bornar saman og ekki bara hverjum sem og ég segi þetta nú bara í þessum lokahópi, helst ekki af tæknifólki, heldur þeir sérfræðingum sem að þekkja sviðin inn og út og geta lagt mat á gæði svarana sem að lausnin að gefa. Það er nefnilega þannig líka, og þetta hefur við séð svart á hvítu á okkar vegferð, að gervigreindin, hún nýtist þeim langbest sem hafa djúpa þekkingu og reynslu á því sviði sem að gervigreindin til aðstofar á. Það eru sem sagt reynslu og þekkingaboltanir sem að sjá strax hvert þetta að fara með lausnunum og hvernig þær geta opnað alveg nýja víddir ef þær eru leiddar rétt áfram. Nú, þá komum við að enn öðru mikilvægu atriði og það er það að sérfræðingar verða að nota gervigreind með ábyrgum hætti. Það er leitað til okkar lögfræðinga og ykkar endurskoðenda sem sérfræðinga á okkar sviðum og við verum auðvitað standa undir þeirri ábyrgð sem er gerð til okkar. Þannig að sérfræðingar ættu að fara mjög varlega í að nota þessar almennu lausnir þar sem að við höfum séð fjölmörg dæmi þess að svör þeirra séu röng eða villandi og ekki byggð á réttum heimildum. Og það sama má í rauninni segja lausnir sem að skauta á yfirborðinu í svörunum og hafa síðan ekki nægilega burði til að kafa djúpt til þess að tryggja fullnægjandi gæði. Og það er ekki ofsögum sagt að mikilvægi gagnrýnnar hugsunar hefur aldrei verið meira. Það er sérfræðingurinn sem maður þarf að halda stýrið frá upphaf til enda og má ekki treysta gervigreindinni í blindni. Gervigreindin er ekki fullkomin frekar en við mannfólkið og það er sérfræðingsins að sannreyna svörin og bera ábyrgð á þeim ákvörðunum sem eru teknar á grundvelli þeirra. Gervigreindin hefur þannig aðeins tillögurétt en aldrei ákvörðunarvald. Og eins og þau líklega vitu öll, betur en ég, að þá í tilviki endurskoðanda er beinlínis áréttað í lögum endurskoðendur þar sem að svonefnd fagleg tortryggni er hreinlega áskilin og meðal annars tekið fram að endurskoðendur auðsýni, eins og það er orðað í lögunum, faglega gagnrýni við framkvæmd verkefna. Nú síðan er það gagnaöryggi og persónuvernd sem er auðvitað lykilatriði í þessu og eins og á við lögfræðinga að þá vinna allflestir endurskoðendur með trúnaðargögn og viðkvæmar upplýsingar og þeir ættu ekki að deila slíkum upplýsingum með neinni gervigreindalausn fyrr en að fullnægjandi úttekt á öryggi hefur farið fram. En þá komum við aðeins að þessu varðandi leikbreytin. Nú ef að þessi skilyrði eru uppfyllt að er að ræða lausn þar sem að vandað hefur verið til verka og gæði úrlausnar eru mikil, auk þess sem að fyllsta öryggis er gætt og slík lausn er notuð af sérfræðingi sem hefur djúpa þekkingu og reynslu á sínu sviði, beiti gagnrýnir hugsun við notkun lausnarinnar. Og það teljum við engan vafa á því að slík gervigreindalausn geti ekki bara orðið, heldur verði leikbreytir í störfum endurskoðanda á sama hátt og gervigreindin er nú þegar hún er leikbreytir í störfum okkar lögfræðinga. Slík lausn, hún hefur í för með sér gríðarlegt hagræði, getur séð alla undirbúningsvinnu þannig að upphafspunktur vinnar verður allt annar og betri og leiðir þá til þess að sérfræðingur sem notar lausnina getur einbeitt sér að þeim atriðum sem að mestu máli skipta. Getur einbeitt sér að kjarna málsins og því sem að skapa raunverulegt virði fyrir viðskiptavinin. Vinnan verður því markvissari og vandari, þar sem nú er hægt að velta við miklu fleiri steinum en áður og leita betur af sér allan grunn. Eitthvað sem áður var nánast útilokað, þar sem að svaraði hvorki tíma né kostnaði.
Og við sjáum kannanir og rannsóknir sýna fram á, að minnst okkar í tilviki lögfræðinga, sem að nota slíkar lausnir, alltaf 30–50% vinnusparnað eða alltaf tvöföldun í afköstum. Við heyrum í lögfræðingum sem segjast vinna verkefni á mínútum í stað klukkustunda og við sjáum verkefni sem tóku daga eða vikur taka klukkustundir. En á sama tíma eru úrlausnarnir líka vandari. Þannig að áhrifin getur augljóslega verið gríðarleg. En að þessu sögðu þá ætla ég aðeins að fara svona betur í svona hvað við erum að gera hjá Lagavita og hvernig sú lausn horfir við og svona til þess að aðeins að augra hérna með þessari glæðu að þá höfum við frá upphafi lagt áherslu á þessi gæði. Það eru bara gæði, gæði og gæði. Hugsunin okkar svo að ef við höfum ekki gæði þá höfum við rauninni ekki neitt í höndunum til þess að bjóða. Og það tiltölulega einfalt fyrir innan gæðsalapa hvern sem að ná kannski 70–80% gæðum. Taka öll gögn saman á þess að vinna eitthvað sérstaklega, smetla einhverju gervigreind á þau og fá út svör sem eru þá gjarnan yfirborðskennd en oft á tíðum fjarska falleg. Til þess að ná upp í 90% gæði þá þetta orðinn raunverulegur höfuðverkur. Til þess að fara yfir 90% gæði að þá þarf blóð, svita og tár. Til að fara yfir 95% gæði og upp í 99,9% gæði, getur við sagt, að þá þarf eitthvað annað. Og þá ekki bara nóg að beita svo kallari cutting edge tækni, heldur það tæknin að vera bleeding edge. Og hvað þýðir það? Það þýðir það að þú þarft að vera alveg á blábrúninni, á hnífsoddinum, á nýjustu tækni. Og þá ertu líka að þróa hluti sem að hafa mögulega ekki verið reyndir eða gerðir áður. Og það einmitt á þessum stað sem að við erum. Nú, við erum með, til þess að tryggja þessi gæði, erum við með eitt fremsta gervigreindarsérfræðing á Íslandi og jafnvel þó að víða væri leitað með okkur í liði. Hann fær boð frá OpenAI sem þið þekkið að heldur út í ChatGPT, eitt stærsta fyrirtæki í heimi á þessu sviði. Hann ásamt 1500 sérfræðingum fær boð á hverju ári til þess að mæta þangað og ræða stefnur og strauma í gervigreindinni. Og svo hafa verið alltaf 20 manns í vinnu í okkur þegar mest hefur látið. Enda áskorunna miklar og verkefni mjög stórt. En við höfum svona tamið okkur að nálgast verkefni út frá lögfræðinni, en núna erum við, ástæðan fyrir ég hérna að við erum svona að fikra okkur hægt og rólega inn í heim endurskoðana líka. Og varðandi lögfræðiliðina þá það við stofnendur sem komum með okkar þekkingu og reynslu og svo pappa okkar Eiríkur Tómasson sem fyrir hæstaréttardómari og lagaprófessor. Hann hefur verið okkur innan handar sem svo kallar yfirprófdómari þegar kemur að því að meta gæði úrlausna lagaveita. Nú, þessu til viðbátur hefur líka verið í samstarfi við stærstu lögmannsstofurnar og fræðimenn innan lögfræðinnar sem hafa verið að prófa og dýpka lagaveita á tilteknum réttarsviðum. Nú, við tryggjum líka gæðin og ég renna aðeins yfir þetta því ég fæ að sýna ykkur inn í kerfið. Tryggjum líka gæðin með því að beita svokölluðum innri gæðaprófunum þar sem að lagaviti leggur mat á öll svörin sín. Hann gefur upp styrkleika og veikleika svarsins, rök með á móti tiltekin niðurstöðu og hvort að fleiri en einn niðurstaða sé lagalega tæk. Og hvetur þannig mjög til þessara gagnrýnu hugsunar sem svo mikilvæg. Og núna á síðustu mánuðum höfum við líka verið að kortleggja það sem við köllum genamengi í íslenskrar lögfræði. Og hvað eigum við eiginlega við með því? Jú, við höfum sérst verið að kortleggja þræðina á milli allra þessara ólíku réttarheimilda. Þannig að hvort sem að það eru lög og lögskýringargögn, þá erum við að tala líka frumvörp og nefndarálit og breytingartillögur, reglur, reglugerðir, dóma, úrskurði, ákvarðanir, álit og svo framvegis. Og með þessu genamengi er búið að harðkóða þessar tengingar. Þannig að lagaviti, ólíkt öllum öðrum lausnum, hann ekki lengur að giska á svörin. Og það bara það sem aðra lausnin gera. Þetta eru háþróa vélari að giska. En í lögfræði, og ég efast ekki að það sama við ykkur endurskoðendur,
að þá er það bara ekki nóg. Það er ekki nóg að giska á svar og fá niðurstöðu sem að byggja á ágiskun. Þetta þarf að vera rétt og þarf að vera þetta gang úr skuggum það. Og það er það sem að þetta við gengið út á. Að við erum núna búin að kortleggja þetta, setja þetta allt eitt saman í eitt heildstætt kerfi og það sem að þetta býður upp á er að nú getur og átt að lagaviti sig á því hvert réttarástandi var á hverjum tíma. Þannig ef að þið eru að fást eins og lögfræðingar við atvik sem áttu sér stað fyrir einhverju síðan, að þá getið dregið línu í sandinn þar og lagaviti getur sagt ykkur hvaða lög og reglur áttu við á þeim tíma og þannig getið líka borið saman, farið fram á aftur, getið rakið breytingarsögu laga og reglna alltaf til ásins 1912 og svo þetta sé hvernig mögulega hvaða breytingar á átt sér stað eftir þetta tímamark. Að þessu sögðu að þá er þetta ljóst að lagaviti, hann er sannlega mjög öflugt vinnutæki eða öflugur aðstoðarmaður og eins og ég nefndi hann, þá er mikilvægt að það er sérfræðingur og verður að vera sérfræðingur alltaf við stýrið. Þannig að lagaviti hefur bara tillögurétt en aldrei þetta ákvörðunarvald. Og ég vildi bara vekja athygli á því að hann getur bæði veitt þessa sérfræðilegu aðstoð en hann getur líka tekist á við rekstratengt verkefni eins og bara onboarding á nýjum viðskiptavinum, utanumhald með tilboðum og reikningum, peningaþvættiskannanir, KYC og svo framvegis. En aðeins út af því ég er nú komin hingað að ræða við ykkur endurskoðendur, ég veit ekki hvort að ég sé eini lögmaðurinn í salnum, ég var það ekki áðan en ég er það kannski núna, að þá erum við núna að horfa til endurskoðenda, til ykkar og að reyna átt okkur á því hvernig lagaviti getur mögulega hjálpað ykkur líka eins og hann er að hjálpa núna hundruðum lögfræðinga. Og við höfum heyrt í nokkrum endurskoðendur núna síðustu mánuðum slíka möguleika. Við sjáum þetta strax, aftur svo ég vísi nú bara í fyrir erindi en í dag og þessar áhugaverðu umræður sem áttu sér stað núna án og var gaman að fá að taka þátt í þeim, að starf endurskoðenda hefur þetta ýmsa beina snertifleti við lögfræðina og við getum tekið sem dæmi allt þetta regluverk sem þið þurfa að vinna eftir, lögin, reglunar, leiðbeiningarnar, dómarnir, ákvarðanir, úrskurðinir, álitin, skattarétturinn, félagarétturinn, Evrópurétturinn, kannski efst á blaði. Og þetta eru við að miklu leyti með inni í okkar gagnagrunni nú þegar. En svo þetta það sem er svona sértækara fyrir endurskoðendur að við erum að horfa til þess að bæta því þá við hjá okkur sem eru það eins og alþjóðlegir reikningsskilastaðlar, alþjóðlegir endurskoðunarstaðlar, alþjóðlegar siðareglur, reglur og leiðbeiningar reikningsskilaráðs og svo framvegis. Þannig að við erum núna með gríðarlega mikið magna gögn sem að getur nýst nú þegar. Þetta eru yfir 300.000 heimildaskjöl sem við erum með og við erum með mikla tenginga við Evrópulöggjöfina. Við erum með allan EES-réttin inn í okkar gagnagrunni og svo erum við með beintenginga líka við Eurolex gagnagrunni fyrir aðra Evrópulöggjöf og erum að horfa líka til tenginga við skattyfirvöld alla Evrópu og síðan annað efni sem getur og gæti nýst í ykkar störfum og við erum þetta mjög opnir fyrir öllum góðum ábendingum þar að lútandi. Að þessu sögðu þá ætla ég að fá að nýta tækifærið og bara rétt fá að sýna ykkur hérna inn í lagavita. Sjáu þið þetta núna? Já. Þetta er lagaviti. Hann tekur á móti ykkur svona og eins og við sjáum strax fyrir ykkur sem hafa verið að nota gervigreindarlausnir, muniði varnarorðin sem ég var með áðan, að það lítur þetta allt aldrei svipað út. Eins og ég segi, viðmótið er með svipað og það sem að tæknin er að gera núna og það sem þetta snýst allt þetta er í rauninni fyrirmæli og forsendur. Það snýst allt það sem þið setið inn í þetta textabóks sem þið sjáum hérna. Því nákvæmari sem að fyrirmæli og forsendur eru, að því nákvæmari verða svörin. Það sem að við höfum gert núna er að ef að fyrirspurn er mjög almenn, að þá grípur svokallaður agent, fulltrú ykkur og reynir að aðstoða ykkur við að afmarka fyrirspurnina.
Þannig ef að ég myndi skrifa hérna, skattaréttur, eins og ég segi, þetta ekki, sko lagaveitt ekki leitavél. Ef við erum sem, hérna, eins og við sjáum marga sko nálgast þetta, hvað kemur fram í 10. grein tekjuskattslaga? Sko lagaveitt ekki bestur í því. Þið eru örugglega fljótar að fara inn í lagasafn Alþingis og fletta því upp ef þið viti ekki þegar efni greinarinnar. Það sem við erum að segja, sko lagaveiti snýst það og notkun á honum, sko af hverju ertu að velta því fyrir þér hvert sé efni 10. greinar tekjuskattslaga? Hver raunveruleg spurningi? Hvert álitaefnið? Og það það sem að þú átt að fara áfram með lagaveita og þar kemur hann best að notum. Og eins og þið sjáum hérna, ég spurði bara skattaréttur og þá fer hann strax í að reyna að afmarka fyrirspurnina. Þannig að við erum að reyna að beina svörum lagaveita á eins réttar brautir eins og hægt Núna út af því að tíminn á skornum skammti, að þá var ég eins og í góðum matreiðsluþætti, var ég búinn aðeins að spjalla við lagaveita og undirbúa hann. Þannig ég var búinn að spyrja einhver svona álitaefni sem að ég hafði fengið nokkur hintum úr ykkar röðum. Og hérna spurði ég til dæmis heimilt að gjaldfæra vexti af láni sem tekið var til að fjármagna skuldsetta yfirtöku, öfugan samruna. Þetta bara tiltölulega einföld spurning. Gæti verið með mjög langa málavastalýsingu og fyrirspurn og fengi hann þess að vinna úr því. 5 mínútur, ég geti talað í 2 klukktíma, en geymið það þar til síðar. Og hérna sjá ég, aftur, sko, það sem ég var að tala um þetta fjarskafallit, í flestum kynningum þetta, sjá þetta rosa fínt, sjá það, kemur mikill text og eitthvað. Hérna sá sem að þekki vel til, hann ætti að lesa þetta yfir og staðreina hvort að hérna sé rétt með farið. En hérna sjáum þetta lagaveiti leitar fangavíðar og tekur upp dóma, úrskurði og svo framvegis. Og þið getið séð síðan heimildirnar við opnið stikuna á hægri til hægri. Og hérna alltaf þetta að fara ofan í heimildirnar, eins og hann að vísa þennan dóm Hæstaréttar. Og þá sjáum þið lykilorð og reifun. Við höfum útbúið reifanir fyrir allar heimildirnar í þeim tilvikum sem það ekki til. Í tilviki dóma Hæstaréttar þá eru reifanirnar teknar upp úr dóminu sjálfum. Og svo það sem við kallum viðeigandi málsgreinar. Og þetta eru beinar tilvitnanir úr þessari heimild. Þannig að hérna getur notandi verið mjög fljótur að staðreina hvort að rétt sé farið með og ályktanir lagaveita séu réttar. Og svo erum við að vinna í því núna og það fyrir ýmsar heimildir komið nú þegar og við erum að sópa það upp. Að þá getið þið ítt og farið beint inn á vef, í þessu tilviki vef Hæstaréttar til þess að sjá frumheimildina. Það sem innbyggt líka í lagaveita að það eru svokallega sérvitar. Það aftur til þess að reyna að beina lagaveita á réttar brautir. Eins og í ykkar tilviki þá erum við sérvita á sviði skattaréttar sem dæmi og félagaréttar. Þannig að það þá beinir að fyrirmælum sem eru ígrundari og fara betra og lengra á dýptina. En það sem hægt að gera með lagaveita, og við höfum stundum tekið líkingur sjómannamáli, og aftur, ég vona að ég sé að fara nokkuð rétt með, að þegar þið spyrjið lagaveita, þá eru þið að kasta út ákveðnu neti, og neti ákveðið stórt. Þið getið kosið að varpa út svokallari flotvörpu, sem þá þannig að hún fer mjög vítt en frekar grunnt. Og það rauninni þannig sem þetta alltaf byrjar. Þið fáið eins og ég segi, þá að þetta sé alveg beinskett svör, að þá það vítt í þeim skilningi að það þetta kafa miklu dýpra. Og þegar snýst það að ekki taka fyrsta svarinu, heldur ýta á lagaveita og fara dýpra ofan í einstök álitaefni sem að þið tellið ástæðu til. Og þá getið þið spurt áfram. Og þið getið spurt áfram í rauninni eins lengi og þið viljið. Við höfum séð lengsta samtali sem séð 45 framhaldsspurningar. Og komin ansið djúpt. Og þannig að það hægt og það lagaveiti getur farið mjög djúpt. Það sem ég vildi vekja athygli á líka að þið getið, og þetta það sem við sjáum að breytast í vinnuferli lögfræðinga, að núna ertu að halda miklu fleiri boltum á lofti á sama tíma. Þannig að þú getur í rauninni sett á stað eins mörg samtölu sem hver vill, setur á stað út af því að þetta tekur nokkra mínútur að fá svar,
Sumir hafa verið að býsnast yfir því og við höfum sagt og segja, herru, henni í ChatGPT þá setjum ég þetta inn hérna og ég fæ svara bara eftir 10 sekúndur. Og þá spyr maður alltaf, er þetta eitthvað svar sem getur notað? Nei, reyndar ekki sko, ég get ekki notað svarið og þá segir maður bara, og eins og ég var að nefna, til hvers erum við þá að þessu sko? Þetta tekur smá tíma en sko það sem við höfum heyrt bara með að við gæðin á því sem að fólk er að fá og hvað maður segja virðið, að þá er þetta nú ekki langur tími í samanburði það. Lögmenn eitthvað sem að tóka á klukkutíma er að taka, eins og ég segi, nokkra mínútur, en það þarf síðan að vinna þetta aðeins áfram. Og þá kemur sko þið getið sett eins mörg samtöl í gang og þið viljið og þau vinna öll á sömu afköstum, þannig að 100% afköst, þannig að þið er ekki að taka af afköstunum á öðrum svörum. Ólíkt til dæmis þegar lagin er á Spotify þar sem þið þurfa að bíða eftir að klára upp í 100% og svo byrja á næsta. Þannig vinnur lagið bara í 100% á sama tíma. Og svo er það sem er athyglisvert að það er þessi greining, þessi innri gæðaprófun í lagið, það sem er að benda ykkur á styrkleika og veikleika og svo framvegis og það sem við höfum mestan áhuga á eru þessi veikleikar. Og þarna í þessari greiningu er líka lagið ofta velta við atriðum sem að notandanum og sérfræðingunum hefði eftir ekki dottið í hug annars. Þannig að það er líka hugmyndin. Sko aðalmálið fyrir okkur er þessi röksemdafærsla og það er síðan sérfræðingsins að vinna úr henni og klára málin. En þannig að þið til dæmis getur tekið þessa veikleika, bara afrita þá, kópera þá, setta á inn í samtalið og satt bara kafaði dýpra ofan í þessi atriði sem dæmi og svo bara og svo bara fer hann á stað. Ég var nú búinn að undirbúa nokkur önnur dæmi, ætlaði bara að sýna ykkur það líka að það er hægt að hlaða upp öllum tegundum af skjölum. Var ég til dæmis búinn að hlaða upp ársreikningi sem ég fann, hann er bara birtur þessi og svo sem hægt að nálgast alla ársreikninga eins og þið þekkið. En tók ég nú bara einn hjá Landsneti, bara laga þetta sem að fara yfir hann og kanna hvort að skýringarnar á ársreikninginu uppfylli nú þær kröfur sem að framkomi í lögum ársreikninga. Hann fór yfir það. Svo benti hann líka ákveðna veikleika í röksemdafærslunni og ég bað hann að kafa dýpra þar ofan í og þá fór hann ennþá dýpra ofan í þau atriði sem að þar komi fram. Annað sem er kannski athyglisvert fyrir ykkur er að við höfum mjög nýlega kynnt til sögunar nokkuð sem við köllum vinnuflæði og fram að þessu hafa notendur ekki haft neitt möguleika á að hafa áhrif á það hvernig lagaviti vinnur. Við höfum verið að þjálfa lagavita, tamiðan, er alveg klára og samkvæmt þessari lagalegu aðferðafræði þannig að hann dragi lögfræðilegar ályktanir og slíkt og notendur njóta þess áfram en geta núna stýrt lagavita meira á þær brautir sem að þeir vilja. Þannig að þeir geta ef að þú ert að fást við tiltekið álitaefni þá viltu hann skoði þetta og þetta frekar en eitthvað annað. Og ég til dæmis bjó bara til maður sjá, það var nú sem ég bjó til eitt flæði sem bara heitir endurskoðandinn. Það sem ég var aðeins að leika með þetta út af því að við erum auðvitað að nálgast lögfræðinga en erum núna í samtali við endurskoðendur það að laga lagavitann betur að ykkar þörfum og þá var ég bara, nú er ég bara endurskoðandi eins og þið sjáu fyrir ekki að ég sé að syndga upp á tíman, ég held bara að þetta er áhugavert og þá sagði ég bara, vinnuflæði fyrir endurskoðendur í lagavita. Þannig að þetta vinnuflæði er hannað til þess að tryggja lagaviti aðstoða endurskoðendur á heildstæðan og faglegan hátt. Það er kannski aðeins önnur atriði sem að þið viljið vera einblín á ef þið berið ykkur síðan saman við það hvaða lögfræðingar eru almennt að gera. Þannig að meiri áhersla á þessi skattarétt og félagaréttin og Evrópulöggjöfina og þá er bara þetta beina lagavita á þær brautir og þetta getur verið ansi ítarlegt eins og þið sjáið Þannig að þarna er hann, það skiptir líka svo miklu máli að hann sé fókuserar í því sem hann er að gera. Bara tendalókum. Lagaviti getur unnið á hvaða tungumáli sem er. Það skiptir ekki máli. Þið getur talað við hann á öðru tungumáli, þið getur beðið hann að þýða allt á hvaða tungumáli sem er. Hvort sem það er enska, rússneska, kínverska eða franska eða hvað annað. Og annað sem ég ætla að nefna er að það sem að þið sjáðu inn í núna er svokallaður almennir hluti lagavita. Þannig að það er þessar opinberu réttarheimildir sem við erum búin að safna í okkar gagnagrunn
En til viðbótar við almennhlutann og þetta, og ég fæ að nefna þetta sem síðasta punktinn, út af því að þetta held ég geti vakið mikinn áhuga, hefur gert það því ég hef rætt við endurskoðendur, að það að almennhlutin til viðbótar almennhlutann var með svokallan sérstakan hluta. Og það sem að greinir sérstakan hlutan frá almennhlutanum að þar er lagaviti settur sérstaklega upp innan umhverfis viðskiptavinnar og það að undangenginni mjög strangri innleiðingu kerfis og öryggistjóra. En þá hægt að tengja lagavita við ykkar eigin gögn og upplýsingar. Hvort sem það í SharePoint eða öðrum skjalastjórnarkerfum og eins tölvupóstinn, hvort sem það Outlook eða eitthvað annað. Þannig að í stað þess að vita hvaða skjöl þið þurfum alltaf að fá og hlaða þeim upp hérna í greininguna, að þá lagaviti, þegar þú búin að viðmótið bara það sama en undirliggjandi tenginga miklu öflugri, að þá lagaviti proaktífur í því að spyrja ykkur að því, vilt að ég skoði skjölin þín og þau skjöl sem að þú hefur veitt mér aðgang að, hvort sem það í ykkar eigin eða innan stofun eða hvernig sem það auðvitað háð ykkar aðgangsstýringum. Kanni hvort þú eigir eitthvað svipað sem að gæti komið að gagni við úrlausn þessa máls. Og þetta geta verið 5 ára gögn, 10 ára gögn, 15, 20 ára. Og þetta auðvitað líka mikilvægt bara að þið geti nýtt ykkar efni, glætt þessi gömlu skjöl lífi og auðvitað líka þess að tryggja meira samræmi í framkvæmd. En nú ég búin að tala allt of lengi, eins og ég segi, ég bara mjög spenntur fyrir þessu og vil endilega hvetja ykkur til þess að hafa samband við mig og okkur út af því að, eins og ég segi að sem að skiptir öllum máli að prófa þetta. Og við viljum endilega leyfa ykkur að prófa. Það mjög margt sem að nýtist ykkur nú þegar, en við erum að reyna að efla í góðu samráði við ykkur þátt endurskoðenda, þannig að nýtist ykkur í ykkar sérstöku störfum. En hvet ykkur, hafið samband, tökum spjallið og finnum út í hvernig við getum leyst þetta saman. Út af þetta, svo í svarinu spurningunni, getur klárlega orðið leikbreytir í störfum endurskoðenda. Takk fyrir og afsakað. Já, við þökkum honum Jóhannesi fyrir mjög áhugavert spjall við okkur og hvernig við getum hugsanlega nota gervigreindina í okkar störfum. En nú er komið að næsta lið sem eru nýlega skattalagabreytingar og hún Guðrún Björg Bragadóttir hjá KPMG, hún ætlar að koma upp og flytja það erindi. Hún hefur starfað hjá KPMG frá árinu 2008. Áður var hún skattstjóri Vestfjarðarumdæmis í 6 ár og starfaði þar áður hjá dönskum skattyfirvöldum. Guðrún Björg, hún með kandidátgráðu í viðskiptafræði við Háskóla Íslands og master í tax gráðu frá Copenhagen Business School. Gjörðu svo vel, Guðrún. Herru, þakku fyrir. Mér hættir líka til að tala svolítið lengi, þannig að ég ætla að stutta klukkuna mína og láta hann að hringja á mig eftir smá. En já, komið sæl, Guðrún heiti ég, eins og hún kynnti mig. Og ég ætla að fjalla eins nýlegar skattalagabreytingar sem að hafa orðið. Ég held nú að það væri ekkert rosalega margar, en svo þegar maður byrjar svona að skoða þetta, þá týnist nú alltaf eitthvað til. Og þetta eru sem sé lögin, svona bara fyrir þá sem vilja eitthvað fletta því upp, sem að breytingarnar komið fram í, ef þið viljið skoða þetta eitthvað meira. En ég ætla að byrja á að tala það breytingar sem snúa einstaklingunum, sem eru svona mitt sérsvið. Nú, skattþrepin og persónuafslátturinn, þau eru bara óbreytt, eða skatthlutföllin, þau eru óbreytt. Þrepamörkin aftur á móti, þau hækkuðu 4,5%, nei 5,5%, sem sé verðbólgan 4,5%, sem sé vísitalan pluss 1%, þannig að framleiðni
eitthvað. Og bara svona því að við erum svona tölufólk hérna, bara til að sýna svona hvernig þessi breyting, hvað þetta þýðir. Þú veit, núna sem sé skattleysismörkin þá þessi rúmlega 230.000 og þið sjáum það sem sé með sömu tekjur bara til að sýna eins hvernig, sko, hversu mikið meira þú fari í vasan af sömu tekjum. Þið sjáum að breytingin hérna mjög lítil og voða gott að prósentuna voru ekkert að breytast, þannig að nú þurfum ekki að muna þetta upp á nýtt. Nú, barnabæturnar, þá voru sem sé tímabundnar útreikningsreglur barnabóta, þær voru framlengdar 1 ár en allar reiknireglur og viðmiðunar fjárhæðir barnabótanna eru óbreyttar og eins og við sjáum skerðingarhlutföllin, þú veist, ég hérna bleikmerkti eða rauðmerkti þarna með að nú eru skerðingarhlutföllin sem þessi almenn eru óháð fjölda barna. Þið munið þetta var alltaf svona fyrir 1 barn og svona fyrir 2 og 3 og fleiri en aftur á móti skerðingar þarna viðbótin per barn. Já, þetta óbreytt. En vaxtabæturnar aftur á móti, eins og við munið kannski eftir að þær eru óbreyttar frá fyrra ári. En þið munið kannski eftir að sko vaxtabæturnar sem við erum að vinna með núna og erum að skoða, þær eru sko byggðar og bráðabirgðaákvæði. Ef þið færið í lögin og skoðuð ákvæðum vaxtabætur, þær eru allt aðrar fjárhæðir bæði með skerðingar og annað. Þær hins vegar, þessar vaxtabætur, verða greiddar út í seinasta skipti á þessu ári. Og þessi hérna liður, þar sem að í raun og veru, þessi bráðabirgðaáræðið eða bráðabirgðaákvæði, það rennur bara út. Það er búið að segja, sko, það byrjaði í 2010, svo alltaf 2011, það er alveg hérna endalaust, alltaf bætt við árin. En það verður sem sé ekki gert meir og auk þess mun þetta ákvæði vaxtabæturnar bara falla niður. Og ástæðan svo, sem sé, ég fór að spá í akkur þetta væri, að það segir sem sé í greinargerð frumvarpsins að fella þetta niður, að húsnæðisstuðningur stjórnvalda hafi á undanförnum árum beinst í önnur úrræði. Og þá nefnaði meðal annars skattfrjálsa úttekt séreignarsparnaðar til kaupa á fyrstu íbúð og svo sem sé og eða ráðstöfunar iðgjalds inn á höfuðstól lána. Hlutdeildarlán til íbúðalána var komið á og þá markmið laganna húsnæðisbætur sem sé að lækka húsnæðiskostnað efnaminni leigjanda með greiðslu húsnæðisbóta vegna leigu og íbúðarhúsnæði. Og sem sé þessi húsnæðisstuðningur þá í raun og veru að koma í staðinn fyrir vaxtabæturnar, þannig að þær falla bara niður. Svo svona hitt og þetta. Þú veit, útvarpsgjaldið hækkaði hérna, gjaldið samkvæmt aldraðra og skattfrelsismörk erfðafjárskattsins. Svo kannski það sem nýtt, það það að frítekjumörk barnanna var hækkað. Þetta var búið að vera 180.000 í eitthvað x mörg ár, en þau voru sem sé hækkuð í 300.000, núna 26. Og séreignarsparnaðurinn, að þessi almenna heimild til ráðstöfunar séreignarsparnaðar á íbúðaláum, henni lauk í raun og veru 31. desember 2025. Það stendur hins vegar til að leggja fram frumvarp sem heimilar sem sé ráðstöfun séreignarsparnaðar inn á fasteignalán í 10 ár. Þannig að þeir sem byrjuðu 2015 þegar þetta var sett á, þeir hefðu hvort þeir verið búin 2025 var þá síðasta árið sem þessi 10 ár voru. Og það sem sé fjármálaráðherra hefur sagt að þessi lög eigi að gilda frá 1. janúar 2026, þó þau sé ekki búið að setja það á. Þannig að þeir sem eiga einhver ár eftir, keyptu íbúð 2020, eru þá búin að nota 5 ár, þeir eiga þá 5 ár inni, en þeir geta ekki sótt þetta örugglega fyrir ná vormánuðum eða eitthvað svoleiðis. Væntanlega verður það auglýst vel þegar þar kemur. Þannig að ætlunin sýnir mér vera bara að festa þetta í sessi, að þú getur notað sem sé iðgjöld sem greiddur í séreignarsparnað til að greiða niður höfuðstól í 10 ár. Og það sé bara, og þar með sé það búið. Þetta sé ekki sem sé endalaust og fyrir, en það verði fyrir alla, en í 10 ár. Leigutekjurnar, þar voru líka breytingar, að frítekjumark leiguteknanna, það lækkaði úr 50% í 25%, þannig að það sem sé 75% teknanna sem eru skattskyldar, sem þýðir þá að virka skatthlutfallið verði núna 16,5% í stað 11%. Og síðan var önnur breyting sem kannski ekki beint skattaleg en snýr samt að því að frá og með núna 1. janúar að þá orðin skráningarskylda leigusamninga í þessa leiguskráð Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar og þetta nær þá núna til allra íbúða sem í útleigu. Þetta var áður bara þeir sem leigðu sem sé 2 íbúðir eða fleiri
sem þurftu að skrá samningi í þessa leiguskrá og líka leigusamninga þeirra sem áttu rétt á húsnæðisbótum. En núna er þetta bara allir leigusamningar og til þess að tryggja það nú að allir skrái leigusamningana, þá verður það gert að skilyrði fyrir nýtingu þessa frítekjumarks að samningurinn hafi verið skráður. Og sem sé HMS, þeir munu senda, það stendur allavega til, senda upplýsingar úr þessari leiguskrá til Skattsins til að styðja við sem sé forskráningu á framtölum. Þannig að vonandi kemur þetta þá núna bara í leigublaðið en ekki á sundurlænublaðið eins og hlutabréfin og við þurfum svo að pikka það inn. En þó að það væri bara, það væri samt mjög þægilegt sko. Og ég veit ekki hvort að þá að leigutakinn þarf það væntanlega ekki að gera greiðslumiða eða leigumiða lengur. Upplýsingarnar eiga að liggja bara fyrir. Það verður það bara verið að taka sömu upplýsingarna. Nú samsköttun og persónuafsláttur. Mikið verið talað að samsköttun hjóna væri að falla niður. Og rosalega margir skiljanlega tóku því þannig bara öll samsköttun hjóna væri að falla niður. Þar með sameiginleg nýting á persónuafslætti og eitthvað þess háttar. Það er náttúrulega alls ekki. Heldur er bara verið að fella niður þessa heimild tekjuhærri makans til að nýta alltaf helmingi af skattþrepi tekjulægri makans. Og þetta var alveg ægilega flókið að segja þetta, þú veist, þetta hljómaði mjög flókið, en þetta var náttúrulega bara það að hjá þeim sem að tekjuhærri, ef að makinn var ekki að nýta skattþrepið, þá byrjaði hann bara seinna að borga samkvæmt efsta skattþrepinu. En þetta er verið að fella niður og eins og skatturinn sagði, þetta væri bara leiðrétting, ekki skattahækkun. Þeir sem eru í þessari stöðu eru kannski ekki alveg sammála því. Þessi millifæranlegi afsláttur, hann breytist ekki neitt, verður bara áfram með óbreyttu sniði. En aftur á móti fellur niður heimildir til að nýta óráðstafaðan persónuafslátt á móti fjármagnstekjum. Og svolítið merkilegt að því ég held að hafi verið í fyrra, frekar en í hittu fyrra, sem að það var breytt hlutfallið. Það var alltaf 22 af 37 og það var sem sé breytt í fyrra að það mætti nota 22 sem er sem sé fjármagnstekjuskatturinn af 31 neðsta þrepinu. Það hlutfall af persónuafslætti mættur nýta á móti fjármagnstekjuskatti en núna er það bara fellt niður. Þannig að persónuafsláttur er bara á móti launa- og lífeyristekjum. Frádráttur vegna fjárfestinga í sprotafyrirtækjum, hann var sem sé framlengdur til 28 en hann gildir aftur á móti ekki fyrir árið 25. Það er eitt ár sem dettur út. Hann gildi fyrir árinu undan, svo einhvern veginn er 25 bara svona í lausu lofti, það var ekki neitt, en nú gildir það þá fyrir næstu 3 ár allavega. Þetta voru svona breytingarnar svona helstu hjá einstaklingunum sem fóru í gegn. Hjá rekstraraðilunum þá var komið á frekari upplýsingaskyldu. Þetta eru gögnin sem á að senda núna 20. janúar, sem bankarnir eru að senda með staðbankareikningi og allir eru að senda inn, verktaka með og hvað það heitir. En nú er búið að bæta sem sé sýndareignum við þá fjármálagerninga sem að senda það ríkisskattstjóra skýrslu og það var búið á árinu 24 til að skylda rekstraraðila stafræns vettfangs. Þetta er til dæmis Airbnb og það saman, það var komið inn. Síðan var líka lögð á, eða sem sé bætt við það sem sé ríkisskattstjóri hefur heimild til að leggja á dagsektir frá 10.000 og upp í milljón. Og þetta ákvæði dagsektirna, það kom líka inn sem sé 2024 og tóku þá til rekstraraðila stafræns vettfangs og sem sé ef hann vanrækir skyldur sínar og líka ef að sem sé fjármálastofnanir vanrækja skyldurnar að ef það hefur verið samþykktur einhver viðskiptamaður sem að þeir hafi ekki uppfyllt sem sé upplýsingarskylduna samkvæmt setturreglum. Þannig að þessar sektir eru núna komnar inn, þannig að ef að þú skilar ekki þessum skýrslum að þá þú sér að 10.000 til 1 milljón á dag fyrir hvern dag sem þú vanrækir þessi skil. Nú skemmtiferðaskipin, þetta hefur verið náttúrulega mikið í umræðunni að innviðagjaldi sem var komið á í fyrra, að það sem sé var lækkað úr 2.500 í 1.600 krónur og hætt við þetta afnám tollfrelsis. Svo er ein vitlausglæra en hér kemur náttúrulega. Þetta er svo mjög merkilegt, þetta er alveg breyting, að reiknaða endurgjaldið, ef þú ert með reiknað endurgjald innan lægra en 700.000 á ári, að þá máttu sem sé skila staðgreiðslunni og tryggingagjaldinu bara þegar þú gerir framtalið og greiðir þá skattinn og tryggingagjaldið við álagningu. Þetta var áður 450.000 og
það var breytt sem sé úr 215.000 í þessi 450 árið 2014. Þannig að núna erum við hérna 12 árum setna að breyta þessi 700.000. En þetta ágætt að hafa í huga svona þegar maður með þessar minni verktakar sem hafa ekki skráð sig á launagreiðendaskrá. Þá veit ég að ég hef allavega oft gert, þá hef ég bara sett reikna endurgjald 450.000, geta þá sett 700 núna og láti restina fara í hagnað. Það er svona, þeir sem eru svona með 1 milljón eða 1,5 í verktakagreiðslur. Þetta voru svona helstu breytingarna, svona skatta svona, sem snýra einstaklingunum og rekstraraðilunum. En það var svona ýmislegt annað sem að gerist, eins og kílómetragjaldið. Það er nú búið að margræða það. Að vona allir séu búin að skrá kílómetrastöðuna, það var 20. janúar áttum að gera það minni. Og þetta var nú mjög einfalt, ég fór að skrá þetta sjálf, þetta var nú ekki flókið. En sem sé, frá 1. janúar þá á að greiða kílómetragjald af öllum ökutækjum. Munið það voru rafbílarnir og hybridbílarnir, þeir voru búin að vera þarna í 2 ár með kílómetragjald. Og þetta er sem sé tæpa 7 krónur á kílómetra fyrir bifreiðar og jeppa upp í 3,5 tonn. Og síðan er gjaldið stighækkandi eftir þyngd ökutækis. Og þessi gjaldtaka sýnist mér eiga að vera mjög áþekk því sem tíðkast svo til veitureikningu fyrir rafmagn og hita. Að þú sem sé, ég skráði kílómetrastöðuna og ég á það gamlan bíl að hann hafði eitthvað verið í skoðun fyrir ég man ekki árið eða 2 árum og þá var eitthvað kílómetrastaða skráð. Þannig að nú tekur skatturinn munin á þessu, áætlar hvað þetta verður og svo get ég náði ekki alveg hvort það var hvenær sem en ég get allavega að fara svo inn og skráð kílómetrastöðuna kannski eftir hálft ár og þá myndi þessi áætlun breytast í samræmi við það. Þannig að þetta á nú að vera svona nokkuð. Og gjöld sem sé, og ástæðan fyrir því að það farið var í þetta, sem samkvæmt greinargerð með frumvarpinu, að gamla kerfið, það hafi verið úrelt og myndi ekki tryggja fjármögnun vegakerfisins til framtíðar. Og það kerfi miðaðist náttúrulega við að allir bílar gangi fyrir bensíni eða dísel og eyði umtalsverð. Þetta er náttúrulega það gamalt. Og það hefur ekkert aðlagast fjölgun sparneytnari bílar, miklu sparneytnari bílar sem eru í gangi núna og hvað þá orkuskiptunum, rafmagnsbílarnir, þeir voru náttúrulega ekki að greiða neitt. Og það kemur fram í frumvarpinu að gjöld fyrir notkun vega, þessi olíu- og bensíngjöld, auk almenns kílómetragjalds og vörubílar sem var, þau skiluðu sem sé 7 krónum af hverjum eknum kílómetra árið 2023 sem er 43% minna en árið 2006 þegar þau skiluðu 12,2 krónum. Þannig að þið sjáum hvernig þetta var bara alveg lækkandi. Þannig að það var náttúrulega að gera eitthvað en maður hefði hélt kannski að væri nóg að setja bara kílómetragjald á rafmagnsbílana og þess aftan. En svo þetta svona, það eru alls konar atriði. Það er eitt sem að félag okkur Stengri sem vinnur með okkur mikill áhugamaður dráttarvélar að þá var það er ekki lagt kílómetragjald á ökutæki sem ekki skráðunar og skoðunarskyld. Og dráttarvélar sem eru hannaðar til akturs undir 40 km eru ekki skráningar og skoðunarskyld. Og svo er sérstök undanþága fyrir dráttarvélar sem í landbúnaði þó þar komist hærra en 40 km eða eru almennt ekki á vegum og svona. En það sem honum fannst merkilegast eða svona áhugavert í þessu var það að fjórhjól, þau eru flokkuð sem dráttarvélar. Þannig að þau eru svona ýmisk og sum eru skoðunar og skráningarskyld þannig að það er svona svolítið áhöld hvort þeir eru að borga kílómetragjald eða ekki sko. Þannig að þetta eru alls konar pælingar sem að og síðan samhliða þessu þá voru náttúrulega vörugjöld varu breytingar á vörugjöldum að vörugjöld eiga að vera lágmarki 10% og hámarki 70 og viðmiðunar mörk koltvísýringslosunar frá ökutækjum þau lækka, þetta leiðir þá til hækkunar á bifreiðagjaldi. Undanþágurnar vegna fornbíla, þær falla niður, sem sé fornbílar, þeir voru með undanþágur frá vörugjaldi og fyrir keppnistæki að þau voru alveg undanþegin en núna sem sé hún afnumin en veittur þessi 500.000 króna afsláttur af þessum keppnistækjum. Og olíu- og bensíngjöld náttúrulega felld niður en bifreiða- og kolefnisgjald var hækkað. Síðan náttúrulega veiðigjaldið, kannski óþarf að vera mörgum, allir heyrt það, en það eru sem sé ný verðmið og reiknistofn, þorskurinn og ýsa, það byggt bara á vegnu meðaltali slægs og óslægs afla. Ég viðurkenni það alveg, ég þurfti að athuga hvað slægður og óslægður afli, ég veit það núna. En sem sé aflaverðmæti þá að umreikna það úr slægðum sem sem sé unnin afli í óslægðan til að tryggja samræmi náttúrulega í gjaldstofni. Og frítekjumarkið sem sé það hækkað
og það gert til að milda áhrif á litlar og meðalstórar útgerðir. Það ástæðan fyrir því. Og þetta sem sé á að koma þetta í áföngum sem að þetta innleitt. Og markmiðið með breytingunum sem kemur fram í frumvarpinu, það var að leiðrétta vanmat í fyrra reikningsstofni og það var sagt sjálfsviðskipti útgerðar og vinnslu. Við vildum meina að væri vanmat þarna á milli og láta markaðsverð ráða meira gjaldstofn án þess að breyta fiskveiðistjórnarkerfinu sjálfu. Og í greinargerðinni kemur fram að ekki sé að ræða eiginlega breytingar á útreikningi veiðigjaldsins, heldur eru lagðar til breytingar á viðmiðum við útreikning reiknistofns veiðigjaldsins. Bara svo vitið það. Það ekki breyting á útreikningi veiðigjalds. Það náttúrulega hin og þessi álitaefni sem koma upp við þetta og KPMG benti mynd á í umsókn í frumvarpið að almenn viðmið skattlagningu í alþjóðlegu samhengi, þau leggja ríka áherslu á það að skattstofnar og mat á þeim endurspegli raunveruleg viðskipti og efnahagslega virkni innan lögsögu ríkis. Og það vakna alveg spurningar hvernig fjölbreyttur viðmiðunargrunnur samrýmist þeim kröfur sem gerðar eru samkvæmt 57. grein tekjuskattslaga varðandi raunverulegt gangverð í viðskiptum milli tengdra aðila. Og ef þú ert að nota ólíkar aðferðir til verðmat, þá getur skapast réttar óvissa hvað telst vera hið rétta verð og hvernig á að meta það í skattalegu tilliti. Þannig að þetta stangast aðeins á við allavega milliverðlagsreglurnar. Þetta ekki alveg í samræmi við þær. En síðan var ríkisskattstjóra heimilt að leiðrétta álagningu á skattaðila ef að yfirskattanefnd og dómstólar hafa hnekkt framkvæmd í hliðstæðu máli. Og í upphaflega frumvarpinu þá var gert ráð fyrir að ofgreiddir skattar væru ekki endurgreiddir nema verulega hagsmuni væri að ræða, en það ákvæði fór sem betur ekki í gegn. Þannig að það og breyting hún getur lengst tekið til skattstofna frá og með því tekjuári sem fjallað í málinu, sem ekki á undan þó að það séu sambærileg tilvik. Og síðan var þetta ákvæði sem ákvæði var þannig að ef þú ætlaðir að óska eftir endurupptöku á gömlum framtölum, sem við sett með einstaklingsframtal, að þá talað að ríkisskattstjóra heimilt að taka til greina beiðni breytingu á ákvörðun skattstofn, þó lengst 6 tekjuár aftur í tímann. Síðan stóð í 97. greininni að víkja má frá þessum tímamörkum ef sérstakar ástæður eru fyrir hendi. Það í raun og veru sýnir mér allavega að sé bara ekki lengur til staðar. Þannig að nú eru það bara 6 ár, punktur. No matter what. Þið þekkið örugglega mörg maður hefur alveg verið að fá til sín, eins og ég segi, ég meira með einstaklingana og örugglega félög líka, eitthvað sem maður bara hefur verið búin að algjörlega klúra öllu sínu. Verið kannski í einhverju rugli, svo búin að ná sér á strik og að reyna að koma málunum í lag. En það við erum að tala oft kannski 10 ár sem ekki búið að telja fram. Þú ert að reyna að hjálpa viðkomandi að komast á réttan stað, en það verður þá sem núna bara 6 ár og punktur. Og síðan núna komið upp, sem sé komið inn í lögin, að skattaðilar heimilt að kæra ákvarðanir ríkisskattstjóra synjun á endurupptökubeiðni til yfirskattanefndar. Það var ekki. Þannig að ef þau voru synjað þá þurftu eiginlega bara að fara til fjármálaráðuneytisins. Síðan nokkrar mínútur eftir, nokkrar fyrirhugaðar breytingar sem mér finnst alveg vert að nefna. Það fyrsta varðandi söluhagnaðar fasteigna. Og eins og ég segi, ég gerir mig grein fyrir svolítið einstaklingsfókusera en þetta við einstaklingana. Að í fyrsta húsnæðispakkanum sem ríkisstjórnin kynnti þarna í lok október, þá kom fram meðal annars að til stæði að draga úr skattfrelsi söluhagnaðar þeirra sem eiga margar íbúðir. Og þetta ætti að taka gildi 1. janúar 2027 og það kom fram líka í þessum húsnæðispakka að þetta ætti að gera það verkum að það minni hvati til að safna íbúðum. Ég hef ekki séð einstaklinga almennt vera að safna eitthvað íbúðum, þá það í félagi, en ok. En þetta verður þá hugsanlega, ég veit ekki hvað ég bara fabúlera hérna, en hugsanlega verður þetta þá þannig að það verður bara skattfrjálsan söluhagnað að ræða þegar þetta húsnæði sem þú býrð í, sem þú lögheimili í, þegar þú ert að selja það. En ef þú ert að selja íbúð númer 2 eða sumarbústaðinn, eða 2 eða 3, eða það sem ég held að sé líka rosalega oft sem við þurfum að fara að hugsa sem ráðgjafar,
þið vitið að það eru rosalega margir foreldrar sem eiga 10%, 20%, 30% í íbúðum barna sinna og þá þetta sem að þessi íbúð, svo selur barnið þetta eftir 2 ár, eða 3 ár, þá sá hluti sem barnið á, sem 70%, það skattfrjáls, en sá hluti sem foreldrar átti, það skattskyld. Þannig að þetta og með alls konar og maður hefur líka oft verið að segja þegar að frítekjumarkið var 50% og fólk var að spyrja með leigu á ég að setja íbúðina í félag, á ég að leigja í gegnum félag og þá hefur maður verið að ráðleggja nei hafðu þetta á þínu nafni af því að þá ertu með sem sé skattfrjálsan söluhagnað og síðan ertu með mjög lágar sem sé skatt á leigutekjunum. En þetta náttúrulega þá alltaf breytast núna. Eina góða við að þetta myndi breytast, það þessi helvitis rúmmetrar, þetta þá væntanlega úr lögunum. 1200 rúmmetrar, hver veit hvað húsið sitt margir rúmmetrar, það allavega ekki margir sem ég þekki. Og síðan líka í samráðsgáttinni, þá drög að frumvarpi sem sé skammtímaleguna. Þessi drög voru lögð þarna inn í mars 25 og ég veit ekki alveg af hverju þetta fór ekkert áfram. En þá var verið að tala að heimagistingin takmörkuð við eina eign og að þú mætti bara leigja út lögheimili innan þéttbýlis, sem sé lögheimiliði, og auk þess mættur leigja aðra eign utan þéttbýlis, sem sé í þá sumarbústaði, frístunda, eitthvað svoleiðis. Og það var líka sett, þeir sem með gististarfsemi, sem sé ekki með þá heimagistingu heldur næsta í gististarfsemi, ég man ekki hvað þetta flokkur 1 eða 2, að þau rekstrarleyfi yrðu tímabundin til 5 ára, voru áður ótímabundin og þeir sem núna með leyfi, sem sé ótímabundin leyfi, þau myndu bara gilda í 5 ár. En þetta eins og ég segi fór ekki í gegn, en við erum alltaf að gera það einhvern tímann. Síðan fannst mér áhugavert sem að fjármálaráðherra sagði að hann hefur boðað sem sé frumvarp á næsta haustþingi sem felur í sér einmitt að gjaldögum ríkisins sem núna yfir 130 að þeim fækki 12. Þið munið ef maður að greiða út arð, félagar að greiða út arð, það verður að greiða út arð til einstakling sem búsettur á Íslandi. Arðurinn greiðinn í desember, já, einn daginn 4. febrúar, en svo átti að greiða arð til einstakling sem búsettur í Danmörku. Nei, þá gjaldan 15. janúar. Þetta sama og alls konar svo náttúrulega endalausir gjalddagar á hinum þessum tíma. Síðan var mjög áhugaverð breyting, það fór allt á hausinn hjá okkur, Kabli og þetta frumvarp kom fram, breytingarnar á lögum erfðafjárskatt. Núna þetta þannig að verðmat eignarhluta í félögum, þessi stærsta breytingin sneri að þessu verðmati eignarhluta í félögum. Það var svona aðalmálið. Og hvatinn að þessu var sá að það hefði fallið yfirskattanefndar úrskurður þar sem skatturinn var ekki tilbaka með það að þeir ættu að fara að miða við fasteignamat inn í félaginu. En núverandi kerfi, þá þetta bara bókfært eigið fé, það matið til erfðafjárskatts. En það sem þeir vildu gera, það var að það já, bókfært eigið fé, við það lagt fasteignir á fasteignamati og aðrar eignir á markaðsverði. Og þetta var náttúrulega mjög, þetta rosalega erfitt að fara að mæla þetta. Það var ekkert tekið tillit til þess að svo út með fasteignin í félagi kannski sem komið bara niður í hrakverði. Það var náttúrulega svakaleg skuldbinding sem þarna inni sem átti ekkert að taka tillit til. Og sá sem náttúrulega erfa félag, hann erfa félagið en ekki eignirnar inn í félaginu. Þannig að þú gætt þess vegna verið að erfa bara 10% í þessu félagi. Þú hafðir ekkert það að segja hvort þetta var selt eða ekki. Og síðan var önnur breyting líka, það var þetta með verðmat lands. Og land hvergi talað í skattalögunum, það talað lóð og jörð, en land, þetta var svona mjög óljós hvað var átt við, að núna bara miðað við fasteignamat af jörð eða lóð, en þarna átt að miðað við markaðsverð ef munur væri verulegur. Og hver átt að ákveða þennan mun, það veit ég ekki. En síðan voru verðmat fasteigna, það var óbreytt, sem sé, ef ekki voru félög og óefnislega eignir, þessi kvóti og þess áttar, þá ætla ekki að gera neina breyting á því. En síðan voru aðra breytingar líka að með endur ákvörðunar heimild sem var líka svolítið stór að, já, nú 5 mínútur eftir, núna það þannig að sem sé, sýslumaður fær erfðafjárskýrsluna, hann fer yfir hana, afgreiðir hana, hún send til skattsins og skatturinn hefur svo 40 daga til að fara yfir hana. Það átti að breyta þess vegna að skatturinn hefur 6 ár. Þannig að sjáu fyrir ykkur, ég að erfa eitthvað og ég erfa eitthvað jörð í Djúpinu á Ísafirði, í Ísafirði bara. Og verðmat á það og hver á að borga fyrir það og það kom nú einmitt umsókn frá bara sýslumannafélaginu. Sýslumaður bara á ég að borga fyrir þetta verðmat, hver á að verðmeta þetta, hver á að greiða fyrir það
Og svo í öðru lagi segjum að þú bara, það er ákveðið að verðmætið er bara fasteignamatið. Síðan 3 árum seinna segir skatturinn, nei, ég held að þetta sé nú og þú veist, þetta er bara í framkvæmd væri þetta algjör klikkun. Og þú myndir í raun og veru sem erfingi, ég myndi bara segja, heyrðu, ég ætla bara ekki að taka þetta að mér, sko. Þú veist, bara í opinber skipti og þú veist, ég er mjög ánægð að þetta hafi ekki farið í gegn, ekki svona eins og þetta var sett fram. Og síðan var önnur líka, sko, að núna í dag er eftirlitið takmarkað og það var ákvæðum það að sýslumaður fær heimild til að óska eftir gögnum frá RSK, svo sem ekkert að því í sjálfu sér. Annað svona frumvarp sem er alltaf verið að fara að leggja fram, það er frumvarp sem sé til laga lágmarksskatt á fjölþjóðleg stórfyrirtæki og sem fór ekki í gegn. Þetta felur í sér þessar samræmdu reglur 15% alþjóðlegs lágmarksskatt hjá samstæðum sem eru með tekjur umfram 750 milljónir evra. En þetta sé ekki. Svo eru nokkur frumvörp þar sem urðu ekki að lögum. Og hér er eitt frumvarp sem hefur verið lagt fram 3 sinnum en ekki náð í gegn. Og það er erlenda fjárfestingar að afnema skattskyldu söluhagnaðar hlutabréfa hjá lögaðilum sem eru með takmarkaða skattskyldu á Íslandi, þessi lögaðilum sem eru ekki skattalega heimilisfastur á Íslandi, og hjá einstaklingum sem hafi ekki búið á Íslandi síðastliðin 5 ár og eiga minna en 25% af hlutafélögum. Líka afnema skattskyldu erlendra aðila af söluhagnað hlutdeildarskírteina í ákveðnum sjóðum og að lokum, það sem kom mjög oft fram muni í hópunum áðan, að afnema tímamörkin á nýtingu yfirfæranlegs taps. Þannig að það er komið fram frumvarp það að afnema þessa 10 ára en það bara fer aldrei í gegn. Það er eina vandamálið. Og svo líka var lagt fram frumvarp til laga breyting á lögum stuðning við nýsköpunarfyrirtæki og svona, þetta voru ekkert mikla breytingar, þið lesið þetta bara, en það fór allavega ekki í gegn. Herru, þá er ég bara búin. Bara takk fyrir mig. Við þökkum Guðrúnu kærlega fyrir áhugavert erindi. Nú er komið að ráðstefnulokum og ég vil bara nefna að allar glærur fyrirlesara verða settar inn á svæði félagsins og ég segi bara ráðstefnulokið. Takk fyrir. Bara kæra þakkir og bara eins Snædís María var aðeins einu og endskoða og hún er komin núna hjá KPMG.